sjónvarpsþátta áskorun sem Högni bað sérstaklega Baðst þetta? Ég bað ekki þig. Hann sagði, með okkur góðið þáttinn, ég er ekki talað bíómyndir, ég vil talað þætti. Sko, ég er eiginlega sammála. Okkur? Ég er eiginlega komin í dag bara í meiri þætti, sko. Já, flestir eru það. Sko, Páll Óskar orðaði þetta bara í podcastinu sem hann var í. Bara eftir að Sopranos kom, það var bara ekkert verið að gera bíómyndir sem hann ennur að horfa, jafn mikið og var. Það er alveg mikið til í þessu. Ég held að sjónvarpið sé að taka fram úr kvikmyndum. Já, ég meina það þótti bara í gæðum líka. Þetta þótti ekkert fínt að vera leikari sjónvarpsþáttum bara fyrir hvað, 30 árum síðan, þá var það bara drasl, þú varst bara B-leikari, þá varst sjónvarpsþáttum. Fyrir Sopranos, þá varstu bara, þú þátti bara að vera downhill leikari eða svona leik í sjónvarpi. Já, og svona lendir smá vesinni. Hvað svo lendir í? Maður lendir í smá vesinni, sko. Já, en ég alveg tala. Það var þannig. Svona ferillinn var að fara niður og þú lendir í einhverjum Þú veist, 1-2 skandall, skilur, dottin í sjónvarpi smá tíma, þetta er svona B-deildin. En í dag, eins og þú segir, ég meina þetta er bróðið miklu betra. Já. En flestir líka sem ég tala við, þau eru bara, já, ég er bara svona að horfa á þætti og... Minnst líka bara þægilega, skilur, þú veist. Er það? Þetta er miklu lengri tími. Já, en þú kontrólar miklu betur. Þú bara, ok, ég tek 1 í dag. Þú veist, mér finnst miklu erfiðara að gera með kvikmyndir. Líka að þú ert kvikmynd og þú ætti kannski að fara að taka hana í 2 pörtum eða 3 pörtum sem voru búin. Miklu skemmtilegra að eiga, þú veist, þætti yfir, skilur, heilt season eða kannski finnir eitthvað nýtt, þú veist, með 4 season, skilur, og ert bara svona, alltaf svona rólega að tjekka því. En eru þætti líka bara svolítið sem að, þú veist, var að gerast með bíómyndir. Þú veist, við vorum ungir og maður byrjaði að hafa á bíómyndum, maður byrjaði að vera stærri Hollywoodmyndir sem maður fór að horfa á og það fór að koma myndir bara að tala bílnum áðan bara Jurassic Park, maður sér hann í bíó og maður sér Back to the Future og einhver svona myndir og það eru 90 myndir. Svo hægt og rólega fyrir fólk bara að lengja sögurnar og maður er farin að horfa Lords of the Ring 2,5 klukkutíma og 3 myndir og það er bara, og tekur það niður, það er bara sería. Þannig að formati alveg byrja þarna undan með fullt, með Harry Potter, allt þetta eru komið með einhver svona sögur í bíómyndir sem að koma út einu svona ári og svo bara fara þættir að gera það sama. Þeir fara að koma út að 1-2 ára fresti með seríur stuttar, langar, mismunandi. Og þeir komast líka eins og segir, bara yfir miklu dýpra viðfangsefni, skilur, þeir geta farið miklu dýpra, farið lengra með það, það er svo, eins og einmitt þessar kvikmyndir Harry Potter þetta dæmi, þetta, þú veist að býja heilt ár, þú farið eina mynd, skilur, nýtt season, það eru 10 þætti kannski, þú veist, Game of Thrones hefur aldrei virkað sem kvikmynd. Og þú fer líka nær bókinni, þú veist, og svona uppið meira í handritaskrif, kynnist karakterunum betur. En sem Páll Óskar talaði hann sagði, þetta er svolítið góð punktur hann sagði, ef að Scarface er gerð í dag, 3 tíma glæpamynd, þá er það míniserja. Þeir myndur ekki gera Scarface í dag. Fattið þið? Nei. Já. Hann væri ofurhitja í dag. Já. Sko, nei, ég er að tala lengdina og hvernig það er. Já, sko, mér finnst þetta í dag svona glæpa myndir bara ekki verið að góðar að voru. Og þess vegna held ég kem ekki út í dag, skilu, eða ég myndi bara aldrei horfa á hann í dag. En er ég þessi samt annað, það er svo að horfa á Chernobyl sem míniserja, þú veist. Það hefði alveg getað verið 30 tíma lang bíómynd. Í gamla það? Já, en hún hefði orðið svolítið erfið. Þú brýtur það niður og þú fókusar á svo mismunandi hluti og parta í sögunni. Að þú veist, að það er einhvern veginn sem gefur henni líka svona mikið líf einhvern veginn, að þú ert að horfa á, þú veist, byrjar að horfa á mismunandi einhverju svona leigir af fólki sem er að gerast í sögunni. Í staðan fyrir bíómyndin ertu yfirleitt að fylgja einu narratifi. En haldið þið núna, að því að sjónvarp er svo gott í dag og bíómyndir er svolítið að dala, haldið það sé komið til þess að vera eða haldið að bíómyndir er eitthvað svona upprisu eftir 10 ár, 20 ár? Ég held að COVID hafi endalega fokkað þessu upp fyrir bíómyndum. Átt svo neikvar, eiginlega fyrir mér. Ég held að, þú veist, að það bara fari algjörlega til tíðaranda og leikstjórn. Ég held að muni alltaf vera samt stórmyndir, skilja einhver svona risamyndir og það er ennþá fílingur, kemur einhver svona risadæmi eins og Dune, ógeðslega spenntur fyrir því. En viltu sjá hann í bíó? Já, ég vil sjá hann í bíó. En þú munt mögulega fá valmöguleika? Já, ég veit það, hún finnir bara á HBO Max. Já, á sama dag. Já. En þú ert svona í bíó? Ég verið til að sjá hann í bíó. Þú veist, þetta er bara svona mynd, svona, þú vilt quality, skilur, þú vilt gæði og þá viltu, þú veist, og ég vil, skilur, ef ég fer í bíó, ég fer ekki oft í bíó, en ef ég fer í bíó, þá fer ég VIP, skilur. Þú vilt bara fá gott sæti, góð mynd, skilur, þá er þetta bara svona, og tekur einhver vinniðina með, þú veist, þá er þetta eitthvað svona stund, skilur, sem átt með þér, skilur, með vinniðinum og eitthvað svona, þetta er svona,
geggja dæmi og bara, hei, manstu þegar við fórum á þessa, skilur. En þannig að ykkur ekki alveg sama hvar þið horfum á okkur stórmynd. Mér alveg sama. Högnur bara sjónvarp, hættum að tala bíómyndir. Nei, það snýst ekki máli. Mér sann sko, ég held samt að við erum bara gamli strákar. Sætti ykkur bara við. Já, þú ert bara bíó í young man's game, sko. Þú veist, bíó var bara eins og, bara svona að tegur við að félagsmiðstöðinni. Þú veist, að fara út að skemmta sér helgar og sunnundöfum fyrir bíó, virkumdöfum var ekkert að gera og maður fór í bíó. Maður átti allar sinn tíma einhvern veginn og maður var að spá í allt öðru, maður ekki að spá í neinum, maður bara einhvern veginn að skemmta sjálfum sér stanslaust. Ég hugsa krakkar í dag, fyrir utan bara myndirnar í dag ekki að góðar og voru bara, og þættirnir eru of betri, en ég hugsa að þau fara miklu meir í bíó en við, yngri krakkar. Það? Já, krakkar fara meir í bíó. Ertu ekki talað bara úlinga og svona? Úlinga bara, nýkom bílpróf og eitthvað svona. Já, ég bara, þú veist, ég fer reglulega í bíó, skilur, ég fer alveg... Men ég gera það líka. Nei, en ég meina miðað við það sem maður var að gera. Já, ég safnaði bíómum, ég svo klikkaður. Já, ennþá ekstra í skúfu ekstra heima. Og ég skrifaði niður, það fór ég yfir árið. Þá ég kannski að fara 45-50 sem í bíó ári. Já, ok. Það er eftir bara einu sinni í viku. Ég held að það var ekkert verið minna hjá mér. Nei, en allan einu sinni í viku. Í dag, þó ef að COVID ekki, ég ekki að fara 30 sinni í bíó. Örugglega ekki 20, kannski 20 sinnum. Á ári. Ég held ég aldrei náð 20 sinnum að einu ári. Ok, þannig að tala sem ég sagði á hann alveg ekki það. Já. Nei, ég dag fyrir kannski 5 sinnum eða eitthvað. Ég held ég búin að fara 5 sinnum núna á þessu COVID ári. Ok. Ég nenn ekki að fara á... Ég búin að vera einu sinni? Já, ég mitt. En ég nenn ekki að fara á Inception sem ég búin að sjá 10 sinnum, fara hann í bíó eitthvað. Það er enda meikar ekkert sens, skilur við. Það er fullt af fólki sem gera það. Ég veit það. Ok, það er einhverja myndir sem ég myndi gera fyrir. Þannig að ég kannski tekið tilbaka. Já, en myndur svona fara aftur á mynd sem kannski sást á sínum tímum bíó. Já, eða kannski mynd sem ég mistaði bíó. Já, mist það annað. En ég er samt, sko, ég er svona báðum áttum út af því það er alveg svona myndir sem að þú veist, ég væri örugglega til í að sjá aftur í bíó. Aha. Já, þú veist, borga fullt miðaverð og... bara eða geggi sound og bara, þú veist, bara feelingurinn, skilur við. Þú vilt bara borða pop og eitthvað, er ekki? Nei, þetta er pop. Partur af þessu. Ok, en við ætlum að fara svona TV áskorun. Já. Ég bjóð til nokkar spurningar. Sjónvarpsþátta áskorun. Nei, ég ætla að kalla þetta TV áskorun. Ég bjóð til 8 spurningar og Högni bjóð til 2. Okay, bestu spurningarnar. 2 af þessu spurningum voru hans. Þannig að verstu spurningarna er hans potið. Já, það hlaut að vera. Það er mjög skrýtnir. Okay, Okkur fekk ég ekki búið til. Þú hefði alltaf tíma til að koma eitthvað. Nei, ok, það er rétt. Átti ég var að byrja, Sjónni, gerð þú líka nokkra spurningar? Ok, fannst ykkur, Sjónni alltaf svo harður, hann segir potið að þetta er skilja. En fannst ykkur einhver erfiðar en önnur spurning? Án þess að lesa spurninguna, segir bara já eða nei. Já. Þú og þitt orðalag. Já, jú. Þú notar svo skrítin orð eins og svalasti. Já. Hvað orð er það að nota? Kú? Nei, bara þú veist bara flott, þetta er svo, þú notar svo stór lýsingar á þeirri hluti og maður alveg, þú veist, svo spurning vaðist bara langmest fyrir mig. Ég veit ekki ennþá hvort því sem er rétt að svari, en ég er alltaf með gott svar. Ég get sagt þér það, í þeirri spurningu, svo fyrir betur og eftir, sem er þriðja spurningin. Ég skrifaði 3 karaktera. Skrifaði 6 til að byrja með. Og endaði svo öðrum auka. Ok, þá er þetta ekkert erfitt. Þetta er 6 í hug. Nei, en þú veist, ég var svona, en þú veist, ég gæti samt eiginlega tekið alla út strax því að þú veist, orðalagi í spurningunni, ég man ekki nákvæmlega að lestu upp spurninguna, bara orðalagi. Fyrir svalasti sjónvarpsþátta karakter sem var nokkuð tíma. Það orðalega, þegar margir karakterar byrja vel og eiga síðan endi illa eða voru auðmingir og eitthvað redemption. Við erum að tala sko, þú veist, þá nákvæmt karakter sem einhvern veginn, þið finnst ennþá svalið, þú veist kannski svalið sem krakki eða fyrstu sást það. Líka, skilja. Já, þetta ánáttúrulega að vera, þetta er áskorun. Já, ég veit það, ég er fullkomlega svalið. Þetta heitir ekki TV barnalegur. Nei, hvað með þetta? Hvað með fyrstu spurningu? Ok, en þér varst ekki þar til svarinu, Sjónni. Hann svaraði þessu bara 3 mínútum á klóstuna. Ég er bara hissa hans ég er búin að svara þessu. Ok. Svo þetta er í gærin, ok? Ok, en þú ert alveg búin að svara. Ertu með svör? Ég er með svörin inn í símanum. Ok, þú ætlar að taka þátt í þessu, þú ætlar ekki bara að segja sama svar bara í öllu. Nei, ég held að ég mætti það ekki. Ok, byrju. Það má ekki. Ég er náttúrulega sko, þú veist, ég vil hafa allt upp á borðið hérna, allt á hreinu, skilju. Og var að skiptast á að svara, við þurfum ekki að fara slást, sko, eftir. Nei, ekki alvöru slagsmál. En þú veist, bara, að byrja reitt, þú veist,
og byrja alltaf mismunandi, við erum veljum besta svari og svona. Ég vil vita, sko, því að ég og Sjónin alltaf sittum svolítið nálægt hverjum öðrum, höfum ekki farið í... Banna kíl og eitthvað svona. Ok, ég vil gera bara núna hreint fyrir mínum dyrum. Bara setja öll spilin á borðið. Já, gerðu það. Við náttúrulega áður sem þáttu byrja, þá ákvað ég myndi vinna það ekki. Valgerur hringdi okkur á hann og bað okkur að leyfa að vinna, við sjáum til að... En þú mátt allan ekki kirkja okkur en eins og leis. Ég ger ekki, nei. Þannig að ef þú tapar, sem er líklegt, að ég er ekki fyrir að tapa. Ég er að spila í fyrsta skipti svona áskorun. Ok. Þannig ég sé bara allan dag að taka þátt í svona áskorun. Nei, ég er búin að taka svo oft þátt í svona bíóáskorunum, eitthvað bíómyndir. Þannig ég er svona að reyna að nota ekki sömu svörin. En núna er ég bara komið með hlaðna byssu, sko. Ég hef engar ágjur. Fatti. Ok, fyrsta spurningin. Hvaða sjónvarpssería finnst þér að vera drasl en öllum öðrum finnst þér að geðveik? Þetta kom ég bara strax, þetta er svo auðvelt. Ég komið svona 50 seríur reyndar, en þú veist, það er ein sem stendur upp úr. Má ég giska? Friends. Klálega ofmetin seríu. Það er bara algjört drast. Það er ekki drast. Jú, það er bara algjört drast. Ok, þá ætti að spyrja, er það meira drast en Big Bang Theory til dæmis? Já. Nei! Hún er svona líka drast. Ég er ekki saman. Það er eitthvað bad break-up hann í kringum þetta, sko. Það er eitthvað djúpar tilfinningar hann. Þetta er bara... eitthvað slæmt kynlíf eitthvað. Því meira sem ég sé af þessu, því þetta er bara svo, þetta er svo lélegt. En þá ætti að spyrja, hvað er mjög mikið af Friends? Ertu búin að sjá heila seríu? Já. En ekki alla seríunar? Ég held, ég sé ekki alveg búin að sjá alla seríu. Er einhverju lifandi sem horfður á sjónvarp, það er búin að vera svo mikið að rýrunum og svona, hefur ekki sé Friends? Já, hann er það búin að sjá eitthvað. Ég sá eitthvað, þú veist, ég sá alveg nokkuð sísón og, þú veist, ég var aldrei að horfa á þetta, skilur, eins og, það er koma, það er þáttu næstu vika. En hérna... Það er það drasl. Já. Finnst þetta bara fyndið það? Mér finnst bara kjánulegt. En þú sást samt á sínum tímið ekki? Það er ekki að bera þetta saman við... Mér fannst það samt þá ekkert eitthvað geggjað, sko. Þetta verður bara verra. Ok. Og var þetta bara strax fyrsta svar sem kom hér? Já. Friends. Ok, ég fæ kannski, þú veist, Friends fanklub á mig, en þú veist, kom með það. Já, hún fær bjögga. Já, hvað er það að gera? Sjónustu bara hausin. Ok, þú sagði Friends. Ok, en þetta er samt gott svar. Sko. Já, þetta er gott svar, af því að það finnst flestu að vera geðveikseri. Ég er þetta ekki alveg, minnst Friends ekkert frábært. Ég var aldrei húgt, en ég get alveg hort á þetta. Svona þáttur sem getur bara, komið í sjónvarpinu og getur alveg sitið yfir honum. Minnst það ekkert leiðileg. Ég myndi aldrei kalla þetta drast. Nei, þetta er bara fýtt sitcom. En má ég spyrja það hennu? Seinfeld, fílar þá? Já, ok. Ég er meiri Seinfeld-maður Friends, alveg klálega. Anna verið mjög skrítið. Spurðu Björga næstu hittur hann. Ég bara hlakka til nú. Ok, þú komst með gott svar. Besta svarið. Þá er komið að honum Högna. Högni, er það að fara að toppa Friends-svari? Ég toppa það. Það er ekki verið að toppa það. Jú, af því ég er með seríu, þið eru báðið bara eitthvað, Ég er með seríu sem þú ert að fara að grenja yfir. Þannig að ég er búin að reyna að horfa á þessa seríu oft. Það er allir talað það. Það er allt í þessari seríu sem ég ætti að fíla. Ef þú segir Breaking Bad. Ég er að fara að segja Breaking Bad. Þú ert bilað. Ég er ekki búin að klára. Ég get þetta. Ég reyndi. Ég er búin að reyna ógsloft. Ég gafst upp einhvers þegar í öðru sísonu. Ég er búin að reyna, byrja á mig 2-3, búin að horfa á alla fyrstu seríu, búin að detta inn í þætti líka hér og það. Friends er verri. Þú bara frekast í atkvæða mitt heldur en hann. Glemdu hugmyndinni. Það er bara eitthvað við þetta. Það er eitthvað sem bara tengi enga við mig. Eins mikið að bara allt í þessu sem ætti að keitra til mín. En þú getur ekki kallað Breaking Bad drast. Já, með þetta bara ég bara get þetta ekki. Bara ekki fokkin bjóða mér upp. Högni er að skita på bak núna. Þú sagði, ég er með besta svari. Bitu. Þú komst á með einhverja yfirlýsinguna. Þú sagði að þú voru með besta svari og við báðum mér í brjálæðir. Þá var þú búin að skilgreina svarið mitt er besta svari. Vegna þess að þú ert bara til líður illa bara yfir þessu. Þú ert að fara að útskýra fyrir af hverju að horfa á þetta. Ég bara trúi þér ekki. Það er ekki séns. Get þess að þetta. Af öllum seríum sem hafa verið gerðar. Ég er búin að reyna nokkru sem. Ég bara, þetta hlýtur að vera bara eitthvað rugl, hlýtur að vera bara eitthvað, þú veist. Nei, hvað fannst þú langt?
Ég held sér alveg komin inn í aðra seríu eitthvað. Ég var alveg svo hort á staka þættin. Ég hef alveg bara prófað að sittast og horfa á alla fyrstu seríu. Ég bara neita að trúa því að þeir sem eru að hlusta að horfa á það. Ég get ekki hort á einhverja low-life, hvíta kallmenn grenja yfir í þessum með krabbamenn og bara búið til einhver eitulíf og eitthvað. Það er eitthvað. Þetta hljóma bara svo geggjað þáttur. Breaking, vá. Sorry. Það er negla. Þú ert crazy. Hvað ert þú með? Hvað er þú með? Hann er ekki að fara að koma inn neitt. Jú, ég valdi þætti sem allir er að pissi í sig yfir. Þetta er svo góðu þættir. Þú ert að fara að segja Queen's Gambit. Nei, það er ekki það. Ég er náttúrulega ekki eins og klára það, Jesús. Ég horfði alltaf á fyrstu sér þessu drasli. Þetta er bara ekki gott stöf. Þetta er sem ég myndi kalla drasl. Og þetta er Stranger Things. Minnst þið ekki verið að sleggja, sko. Já. Finnst þið vera góðir? Minnst þið ekki góðir? Minnst þið samt allt í lagi? Og finnst þið Friends verri? Já. Sko, já. Þeir eru drasl. Mér finnst þið mjög góðir. Og mjög góðir. Mér finnst þið ekki bestu þetta sem ég sé. En kannski koma kannski upp aftur og eftir, eitthvað. En Breaking Bad og Friends koma aftur og eftir hjá mér. En ég get alveg skilið svarið. Ég skal segja það. Þetta er svona ofmetið, maður. Ég get vel skilið svarið. En ég held samt líka að þessi áratugur sem að koma inn á sé bara eitthvað svona heilaði fyrir þér. 80s? Já, bara bíómyndir og sem er verið að referensi og svona. Nei. Það er eitthvað sem ég fíl ekki. Svona eitthvað smá X-Files feelingur í þessu, smá, eitthvað neginn. Þið búin um allt? Já. Og svo ég nefndi ekki orða 2. Söguna sem ég er að heyra af 2 og 3. Þetta hljómar svo eitthvað algjört fucking verra drasli ég sá. Hún er eitthvað, var hún ekki að 11, hún ekki að leita eitthvað öðrum, hitta eitthvað aðra, með eitthvað svona powers og eitthvað og þetta er eitthvað, þetta er rusl. Já, þetta hafa. Sko, ég er búin að horfa á þetta, en ég bara man ekki, þú veist... Þetta er rusl. Mér finnst ekki sérstætt, sko. Ég er að horfa á þetta aftur með syni mínu, sem er 9 ára. Við erum að horfa á þetta saman, sko. Þetta er einmitt. Og honum finnst þetta geggja líka. Já, hann er 9 ára. Hann er 9 ára. Já, ég er 37 ára. Og ég er að heyra aðra 37 ára að segja þessu geggja. Þú ert samt líka að horfa á einhverja leikfangaþætti og eitthvað, sko, á safnar leikföngum. Þannig að ekki vera eitthvað að þessa 9 ára börn hérna, sko. Nei, ég er þess að þættina. Ok, við erum alltaf klárlega að fara hann ekki stig. Ég fæ stig alla þetta. Þú fær ekki stig. Þitt var ekki negla. Sko... Hann er bara með stæla að velja þá. Ég gef fyrir eitthvað honum 1 stig. Alla þetta. Þið er að djóka. Þú veist, mér finnst Breaking Bad vera að verða heldur en Stranger Things. Ég get alveg skilið Friends, þannig að mér finnst þetta ekki svona, en, þú veist... Vitið það, strákar, ég ætla að gera könnun á Instagram. Já, bara do it. Og ég ætla bara að spyrja, bara hvort er betra. Breaking Bad eða Stranger Things. Sjáum prósentu tölunum. En við erum ekkert að spyrja því, við erum að spyrja hvað, þú veist, öllum finnst gott. Ef að fleiri segir Breaking Bad, þá hef ég rétt fyrir mér. Nei. Því að ég er að velja sér. Svo tekur þér hérna Breaking Bad vs. Friends. Þá verður þú bara myrtur. Sko, ég myndi alltaf klárlega gefa fyrir eitthvað sjónastíðu. Ekki þér. Breaking Bad. Þetta er bara, þetta er með betri þáttur en hann gerði en þetta skiptir ykkur máli. Hann gaf mér stig, ég gef mér stig. Ég vinn. Gafst þú hún stig? Ég gef hún ekki raska þegar þú getur gefið sjálfur þenn stig. En ef ekki haldið í sömu reglur að maður má gefa sjálfur stig? Ég held að mætti ekki gefa sjálfur stig. Það er ofsent fyrir þig allir minn. Nei, Högnu vilja halda því. Það er alveg mátt hinga til í þessu þáttum. Gefa sjálfur stig? Já. Það var 1 stig. En ert þú þá bara aldrei að vera að lúffa? Það er svo leiðilegt. Nei, ég bara... En náðu þið ekki samfærið að við sem betra svar? Ég hef mér miklu betra svar en hann. Já, ég sammála því. Já, það hlýtti ég besta svari. Þannig við getum offað Högna, hann er ekki... Nei, ég hlýtti besta svari. Bara setjum þetta upp eins og gerðum. Sko, hann fær frekar stig en þú frá mér. Og hann sagði ég fengi frekar stig en þú. Ok, þannig ég er átt, þú ert átt, þannig að Sjónni með stig. Já, þannig ég Nei, að því að segjum ég myndi gefa sjálfur mér. Þá var hann hvað sem komið 2, þú gefur honum. Já, ég sagði frekar, en ég myndi frekar gefa honum, skilur við. Þannig við erum að segja að þú ert átt, þú fær ekki neitt. Við erum að tala þú ert ekki að fá stig. Ok, ég fæ ekki stig, en hver vinnur þessa spurningu? Þú þarft að ákvaða. Þú ert búin að ákvaða, Sjónni er búin að vinna. Já, þetta var ég valdi uppáhaldseríun og svo hann svo sár. Þetta er of mikið reiknistæðin fyrir mig, það stæði upp á 3. Ætlaði að skrifa þetta? Nei, líka skrifa raskat. Nei, það tjóka. Þið var að munda. Sjónni kom 1 stig. Ok, til hamingju Sjónni. Ok, já takk. Númer 2, og núna svarar Högni fyrst. Og svo næst þú þá? Já. Ok. Hvaða sjónvarpsþátta karakter
Getur þú hugsað að búa með? Það er eitt svar við þessu. Þetta er bara... Nei, þetta er ekki spurning. Vince. Og hún sagði ok. Nei, Vince Endurance. Já, það er gott svar. Bara eitt svar við þessu. Bara, þú veist, ég var fyrst eitthvað að hugsa þetta og hugsa bara, nei, þetta er bara Vince. Það er ekki annars svar. Þetta er helviti gott svar. Hann bara, þú veist, hann bara er einhver gæi, kemur einhver fátækur hver í New York, verður frægur, tekur alla vinir sína með sér til Hollywood, þeir búa bara í villum, kaupir hann daginn bíla, stanslaus partí og þeir endanum verða þeir allir eitthvað successful í gegnum hann. En sástu að fyrir að þú eru partur og entourage hans? Hlýtur að vera. Það stendur refresh-kastinu og sagði búa með. Hann geti búið með þér í Mosó. Þú ræður. Já, það er alveg geggja að búa með honum. Alltaf bjóðum út í eina pulsu og... Nei, því ég er stendur búa með honum, þannig að það er, já, klárlega að maður væri hluta entourage. Ok. Þetta er gott svar. Þetta er svar. Mjög gott svar, sko. Högni kom gott svar. Mér datt hann ekki svona í hug. Já, fyrir mér kom bara einmannskip í huga. En okay, ég þarf ekki að segja. Hann er að fara að segja eitthvað Friends. Í alvörinni? Hann er að fara að segja Ross eða eitthvað svona kjafta. Nei, hvað er þetta sem ég valdi? Ég hugsaði með mér, ok, hvað væri næs að hafa? Maður býr með ykkur í góðri konu. Ég valdi konu. Ég valdi Monika úr Friends. Jésús, lélegast karakterinn í Friends. Hún er geggjuð að elda. Hún er snirt. Var það ekki? Var hún ekki góð að baka og elda? Hún var bara eitthvað weirdo sem gerir allt skrítið og var eitthvað fyrir þetta krakkvæs. Nei, og hún er snirti pinni. Það er fínt að búa með henni. Hún hafi stungið mann. Það kemur fram. En við að mismina hann í karaktera, var hún morðingi það? Nei. Bjóður ekki eitthvað á götinni og hitti einhvern gæja sem kallaði Stabby þegar hún var að ræna fólk. Geggja nafn. Ok. Er þetta ekki gott svar? Var þetta bara fyrst þessu? Þetta var fyrst þetta. Fyrir utan allt drama kjaftaði. Gangiði vel. Hefur þú heyrt hann að spila á gítar og syngja hann heima að hæfa sig alltaf? Ok, þið eru aðeins að draga á mínu svari. En ég sá samt ekki fyrir mig að ég myndi búa með henni og Rachel eða hvað þetta er. Nei. Ég sá fyrir mig að hún myndi búa með mér í Mosó. Og hún bara samt með bara í auka herbygginu. Hóra á bíómyndi með það. Aldóni. Hún er svona ráðskona. Ég meðan maður mála alltaf að gera eitthvað. Ég er ekki að giftast henni. Mála alltaf að gera eitthvað? Hvað? Já, eldóni mig og taka til og svona. Þarftu ekki bara að fá þér auper fyrir sjálfa? Varst þú ekki svona að tala um það? Þú voru til í það. Exit maður. Er það ekki gott svar? Nei, því meður. En hvað varst þú með? Sjóni? Ég er náttúrulega með geggjasvar. Auðvitað. En þú veist, þetta var samt mjög erfið spurning út af því að mér langar eiginlega ekki að búa með neinum. Þú veist, þetta umönnið tilhugsun. Menn að langaði bara að búa einn. En þú veist, allt sem ég horfa á sjónvarpi, ég er bara engan á að fá þetta fólk nálægt mig, sko. Þú veist, ég sé engan tilgang að hafa þetta lið heima hjá mér. Þú veist. Nei, þess vegna er þetta svolítið skemmtileg spurning. Já, ég veit það. Og þess vegna þurfti ég að hugsa. Ég fór fyrst að hugsa. Akkur það að fá það heim til þín? Hvað ætlar ég? Ég bara, þú veist. Ég sá fyrir mig, þú alltaf bara lítið til LA. Já, allan daginn. Já, það er líka betra svar, ég fatt að þetta ekki. Já, ég hugsaði bara heima hjá mér, sko. Ég hugsaði bara, við erum að tala um þætti, við hljótum alltaf að fara að lifa okkur inn í þættina. Trúður mér. Með eitthvað Phoebe að glamra á gítarinn að segja sögur. En ég sagði alltaf Monika. Er það ruglanu saman með Phoebe? Já, mér heyrðist það Phoebe. Þú segir Monika. Phoebe er eitthvað nökkis, ég valdi hann ekkert. Ég valdi Courtney Cox. Já, var hún ekki, það er eiginlega verra. Var hún ekki bara með einhverja stanslausar áráttur og mátt ekki færa neitt og mátt ekki gera neitt. Það fyrir bara lappum heima hjá sér og hún er að... Það er svo bakar nokkað geggja handur mér. Það var bara allt fyrirgefið. Ok, kottu með þetta, Sjóni. Ekki alltaf högn og trublaði. Hvað valdið þú? Sko, ég náttúrulega þurfti að hugsa vel og lengi. Þetta var ein af fáin spurningum sem þurfti að hugsa eitthvað. Fannst þetta fárlega svo spurningi? Nei. Ég Það er eitthvað önnur sem er fárlega. Ég fór eitthvað svona að hugsa, er eitthvað svona, horfði ekki einhvern tímann á eitthvað svona sjóastætti með hundi sem aðal karakter eitthvað. Það væri svona skást, sko, bara að fá hund heim. Viltu búa með einhverjum hundi? Frekar. Lassie bara. Já, það eru geggja Lassie. Og hvað valdur þú? Hún er alltaf bjarga einhverjum. En hvað valdur þú? Rick Sanchez.
Hann nutcase. Sko, ef þú vilt búa með einhverjum, Já. þá er honum. Hann áður mjög mörg vandamál stríða. Það er alltaf leið. Ef ég þarf að búa með einhverjum, þá vil ég búa með honum. Hann er talað Rick og Rick and Morty. Þú teiknum þetta kart. Þú veist, ég var bara til, hann er bara fullur og rópat allan daginn, brála vísindamæður. Já, líka hann er búin að myrða fullt af fólki. Og hvað? Nei, ég er ekki að myrða fólki. En hvað sér þið fyrir að þið sé að fara að gera saman? Bara, hann sé eitthvað vesenast heima, býr til einhvern róbot, ég fyrir með róbotin eitthvað, skilur við, fyrir með honum í næstu vít, þú veist, bara eitthvað algjört kjaftaði. Það er enda góða punktur. Þú veist, bara alltaf eitthvað rugl í gangi. Djóður þið mig betra, ég var að hugsta allt og basic. Bara eitthvað sem eldar honum mig. Hvað, vantar eitthvað svoleiðis, já? Nei. Ég á góða konu heima. Heyrðu bara hvað Haffa finnst konur, en það bara... Rick Sanchez er geggja svar. Ég var að hrósa þig. Ég var seginn sem valdi konu. Rick Sanchez er gott svar. Það er mjög gott svar. Ok, ég skal lúffa hér. Því ég náðu að draga ómikið úr svarinu mínu. Þó að högnaði miskilið hvernig ég var að tala. Já, þú veist, hvort sem var ekki betra. Skipti engu máli. Þetta er lélegið þetta. Svona er búin að segja okkur það. Sko, og eru þið bara, ætlaðu að kjósa sjálf það? Högni kom með heldur gott svar. Ég er svona allast að högna, sko. Já, ég hugsa ekki að högna það líka. Já. Af því að þitt svar er gott, en svolítið crazy. Ég veit ekki hvað ég hefur Rick Sanchez. Ég ætla að vera geggja. Þú getur vatnið í dag. Ég held að allir verið að fara að segja vinn, sko. Ég held að þetta væri bara svona vins. Nei, mér þetta er ekki svona hug. Í alvöru. Þetta er mjög gott svar. Þú færst í þannig. Ok, 1-1. Það fyrir mér að fara að líða illa fyrir þig. Hvað sleggir varst þú að koma? Þær eru eftir. Ég meina svo bara, ég er alltaf ræðið, svo bara ef mér gengur illa þessu þetta, bara skef ég hann aldrei út. Eða klippir hann í drast. Talar yfir okkur. Kemur allt eitthvað svona. Affi, frábært svar. Döpp ykkur. Ok, fyrir mig þriðspurningu. Hver er svalasti sjónvarpsþátta karakter sem þú hefur nokkuð tíma séð? Affi. Það kom bara eitt að greina mér fyrst. Þetta er svo erfitt. Þetta er mjög erfið spurning. Ég held að þegar ég samti þessu spurningu, þá var ég ekki með svona ákveðin í huga, alveg svona hverju þið trúið, ég var ekki með ákveðin í huga. Ég endaði að skrifa 3, en ég veit við erum að keppa, en ég vel bara einn af þessu 3. Ég ætla að nefna það sem kom í 3. og 2. seti. Það er ekki sangast. Gerða þegar við erum allir búin að sammála. Vó, ég alveg svona. Já, því að þú veist, það gæti... sko með allt á hreinu. Það mátt ekki vera að segja einhvers sem annar er með, sko. Ég er nefnilega með 6, ég get bara talað allir upp á þetta, sko. Ok, þetta er góð punktur. Ættu að fara að segja einhverjum úr Friends, eða? Er þetta eitthvað Friends, eitthvað, Rachel? Það er Chandler. Þetta er einhver Seinfeld. Það er engin svalur það. Það er eina sem búin að tala einhver. Ok, ég sagði alltaf bara Tony Soprano. Ok. Það er sleggja. Hann er svalur. Hann er mjög góður. Ég veit ekki. Nei, ég er bara að hugsaði mikið. Þeir eru alltaf uppáhaldserja mín. Já. Ég fer ekkert laununga með það. Nei. En mér hefst Tony ekki svalur. Þannig að þú ert að reyna að samfara mig núna. Hvað er ekki svalur? Hann er morðingi. Ok, það er kannski ekki svalur. Hann er færi panic attacks, hann er hjá sálfræðingi, hann er gett erfitt með sjálfa sig, hann er alltaf gett reiður út í alla. En er ekki bara svalt að vera mannlegur? Jú, kannski. Sjóni sagði strax, já. Hann er mjög mannlegur. Þetta er geggjað karakter. Þetta er geggjað karakter. Þetta er cool karakter. Já, samt, ég held að Högni sé búin að koma með svona góð rök, sko. Mér finnst hann ekki svalur, mér finnst hann er svona margslungnasti og flottasti karakter. Þú bara ekki fyrir að halda með manni sem er einhvern veginn allt sem er að bara. Hann er allt ívól við hann að þú samt farin að finna til með honum að halda með honum í öllu. Það er sem er svo geggjað við hann karakter. Er ég að fara að skýta tappa henni minni með þetta, eða? Já. Þannig Högni kom alveg með, þeir eru bara með góðpunta og... Ég ætla að velja þannan. Ég ætla að velja það. Já, ég ætla að skipta það. Við skulum gefa hann annan séns. Við tökum báðið fyrst og ferðið annan séns. Ok? Nei. Þú veist að Sjóni kom til þess að vinna, sko. Það er bara strax, nei. Ok, Sjóni, hvað tók með þitt svar? Ok, ég á með Tony Soprano, það gekk ég vel. Bíddu. Ég þarf að byrja að gera hreint fyrir mínum dyrum. Kemur hann teiknum þetta ekki að spila um borðið. Var ekki rétt skilja á mér að taka þátt í leiknum PS5, 12 á okkur sigurverðin 1.000.000. Er það ekki... Var ég að tala um það? Er það ekki? Ég hef með skilabóð på þetta. Já. Sem enginn var að sjá. Herðu, ok. Þetta var smá vesen.
Ok, okkur. Út af því að ég var undir Áhrifum fíknefnaða. Nei, ég held ég mætti ekki velja úr, ég þurfti alltaf að velja mismundi seríu. Var það ekki rétt hjá mér? Nei. Ég held á allan. Eins og til þess núna, jú, það má ekki vera sama. Þú getur ekki sett Rick Sanchez aftur. Nei, skilur við. En þú mætti segja setna Rick and Morty. Við mátti segja karakter og seríu, en ekki, þú veist. Þannig ég má segja Sopranos eftir, það er ekki alveg sama Tony Soprano. Ok, ég bara tók þetta miklu strangar en því. En ok, viltu að breyta svarnið? Herðu, ég valdi Lucas Hood. Ég veit ekkert hvað Sjónni talar Hver er Lucas Hood? Hann kom með sleggju hana. Hann er geggjasvalur. Þarna kom Sjónni með kombo, sko. Ok, hver er Lucas? Segðu mig hver þetta er. Hann er úr þáttum sem heitir Banshee. Þú verður að tjekka, þú myndir elska það. Ég hef eitthvað hort á það. Þeir koma mögulega fyrir hjá mér og eftir. Þetta er eitthvað vest. Mögulega. Nei, þetta eru geggjað þættir. Þessi karakter er að byrja þannig að hann er komið fangilsi og hvernig var þetta, hann flýr í eitthvað smábæ og man ekki hvernig hann allan að lögreglustjórinn drafst. Já, hann fer á krá og er bara það sem gestur. Já. Og hann er að leita að peningum minnum mig. Hann er þjófur, glæpamaður, nýslapanfangilsi, fyrir okkar krá, okkar smábæ, sem heitir Banshee. Já. Og þar kemur inn nýr sheriff sem er frá að taka við embættinu, en enginn hefur séð það. Hann er bara nýkon í bæinn og ég er ekkert að spoila þetta, gerist bara á fyrstu 15 mínútur. Þannig að hann verður sheriff. Hann verður drepinn og hann tekur að sér, þykist vera þessi sheriff. Og verður henni bara mjög spiltur. Þetta er geðveikur karakter. Brútal sheriff. Ok, ég er að fara að tjekka á þessu. Þetta er geggja, sko. Og þessi leikar er með það leiki Boys. Og hann er geggjaður þar. Hann leikur Homelander í The Boys. Þú veist, sú sér að kemur líka fyrir hjá mér, sko. Það er geggjastöf. En Lucas Hood er bara... Lucas Hood, ok, þú ert... Geggjaður. Hann er mjög svalur. Ég myndi að hugsa hann er geggjasvalur. Ok, þú vinnur mig. Klárlega. Þú ert ekki að vera að toppa þennan. Þú vorst með Phoebe, ekki? Í Svalur. Ok, er það komað meira? Já, þú getur bara slepptið að svara. Ok. Þú ert ekki að toppa hans, sko. Ok. Hvað ertu með? Ég valdi karakter. Ég hugsaði mjög mikið þetta. Og ég hugsaði alls konar einhverja svona gæja, einhverja nagla, einhverja harða gæja og þetta endar alltaf með einhverju vorkunni eða fara eitthvað niður ekki þessi, ekki ok þannig að ég fór að hugsa bara hvað er einhver karakter sem að mann er alltaf fundið svar og finnst enn og bara frá ég var krakki og maður fyrsta skipti þegar ég sá eitthvað með þessum karakter þá var ég strákur, lítill strákur. Er það Lion úr Thundercats? Nei, og ég man bara að mér fannst hann geggjasvalur. Sjá, þeir eru krakki. Og hann er það ennþá þetta. Bart Simpson. Þetta er alveg fínt svar. Hann er alveg svalur. En hann er alveg grenja oft og eitthvað. Það ekki? Karakterinn hans hafði ekki grenja mikið í fangelsi. Nei, við fáum ekki sjá það allavega. Það skiptir ekki máli, mér finnst bara svona, þegar þú eru sér svalur, það er bara svona töffari, skiptir ekki máli, þú veist bara... Og Bart Simpson, þó hann sé cool, þá er hann samt barn. Já, mér finnst það svolítið... Skiptir ekki máli, hann er samt... Eru börn eitthvað tíðan svöl? Þú veist að hata það. Þeir langa bara svo að gera svona stíð. Já, hann er klálega á stíði mitt. Það er ekki spurning. Þú veist, ég myndi... Ég myndi frekar gefa þér stíð. Bara hlutlaus myndi ég velja Lucas, sko. Ég get ekki gefið 10 ára barni stíði mitt í svalasta karakter. Ekki hann er á móti Lucas Hood, skilur, þá myndi ég segja nei. Og ég held líka, ef að Högni er búin að sjá þetta. Já. Þetta er nóg eitthvað svona hörðum. Ég hugsa eitthvað svona Jack Bauer, eitthvað þannig dæmi. Nei, það er drasl. Hann er rævill með að við Lucas Hood. Drasl. Þetta er bara eitthvað gausir, bara eitthvað... Nei. Þú veist ekkert hvað að tala um. Ég hef svo rétt fyrir mig. Nei, hann er kemur. Hvað er þetta, 3 sísón? 4? Ég maður það, 4 sísón. Þetta endar, skilur við. Þetta er geggjað. Allar í gegn. Þetta eru geðið ekki þetta, sko. Högni getur ekkert sagt. Hann valdi barn. Viltu ekki bara fara í sleik? Ég er alveg hlutlaus í þessu, hann kom með gott svar. Ok. Og ég bara, þú veist, þegar að segja Lucas Hood, ég var bara eitthvað,
Ég held líka að væri bara 10 manns búin að sjá þessa seríu á Íslandi. Já, þið og 8 aðrir. Högni var alltaf ekki búin að sjá hana. Ok, þetta er alltaf klálega sjónisvesti. Já. Nei, heyrist það. Já, hann gefur sér sjálf. Ég get ekki gefur stig, ég veit ekki hvað það er, þannig að Tóni fær stig. Já, en ég ætla samt að gefa honum... Ef þú gefur sjálfur stig, þá kannski færðu eitthvað stig í þættinu. Nei, ég vil fá stig þegar þetta eru alvöru stig. Ok. Ég nenni ekki fá eitthvað pitti, hann kom með heldur gott svar. Þetta var erfiðasta spurningin. Þó sem ég veit ekki hver karakterinn er þá, þú veist, ef að Haffi bara, þú veist, lætur svona þá lítur þetta að vera gott svar. Ok, núna Sjón að svara fyrst. Já. Tjekka svörunum minn. Nú fyrir þetta að vera skemmtilegt. Uppbytunin er búin. Ok, nummer 4. Hvaða þætti þoldir þú ekki fyrst en sást aftur og fórst að fíla? Þetta var líka einmitt spurning. Þetta pindur ekki. Sko, þetta hefði getið að vera Breaking Bad. En það eru lélegir. Fáið það, ok. Það er engin sammálingur. Herru. Þú maður bara hitta okkur mjölni þá, samfara okkur. Hitta okkur mjölni. Sko, ég valdi Fargo. Fyrstu séri? Já. Ok, það er geðið séri, já. Ég byrja að horfa og ég var bara svona, nei. Ok. Þetta er gott svar. Svo horfði ég aftur. Þetta er allt í læsvar, því ég skrifaði þetta líka. Það var eitt af svörum mínum, en ég er bara nýbúin að gera nákvæmlega sama. Horfa á hana, fannst hún drasl, en hún er ekkert frábær, hún er bara alltaf læg. Jú, hún er geggjuð. Hún er geggjuð. Hún er alveg fín. Það er þetta karakteri sem ég var að hugsa sem harðasti karakterin. Billy Bob. Billy Bob, wow. En sko, ég er að segja, fyrsta sísoni, það er bara svo geggjað við þetta, er að mér finnst það bara vera svo ógeðslega gott. Hún er geggjuð, sko. Bara allir karakterinir, setupið, feelingurinn, sagan. Það er góð þættir, sko. Þetta er bara, ég skil ekki okkur ég fílaði þetta ekki fyrst, en bara núna elska þetta. En er þið búin að sjá? Ég er ekki búin að sjá 2 og 3. Ég gafst upp í 2. Ég byrja á 2 og hún er ömuleg. Nei, 2 er góð, hún byrja ógeðslega slow. Hún verður sem geggjuð. 3, hún er örgulega sísta, þú veist, af þessum öllum. Jú, með Gregor að leika týpur, það ekki? Já, það er ekki gott, sko. Nú, ok. Þú veist, þessa seríu fylgjald, þú veist, fyrir mér allana, það byrjar allt svona hægt og maður svona býtu af hverju er ég að horfa á þetta og eitthvað svona, svo kemur eitthvað svona bombur, þetta verður bara geðveikt. Það dæmi fyrir mér bara fór alveg út á suður í 3. En ég er að horfa núna 4. Með Chris Rock? Já. Hún er geggjuð. Já, er það? Já. En sko... Ok. Er þetta ekki allt sjálfstætt? Jú. Þannig ég gæti orðið 4. Já, þetta samt... Ég held samt að þetta tengi samt einhvern veginn mjög skringilega. Það er alltaf saman bærin bara. Já, þú ert að lesa það og eitthvað svona fucked up. En Er þetta eitthvað svona, Chris Rock leikur sér eitthvað karakter og er það afi eitthvað annars karakter eða eitthvað svona? Já, ég held að sé eitthvað svolítið. Það er eitthvað svona astanlega tengingar hann á milli, sko. Sko, en hann er bara svo, í fyrstu séri, hann er samt bara svo, út af hann er svona ágætis karaktersköpum í honum hann að gæja hann er ekki auðli fyrst. Svo hann dreipar hann kellinguna og hvað. En hann eiginlega bara eyðilegur karakterinn í lokin þegar hann fer yfir til hans aftur. Ég maður svo lítið eftir þessu. Ég maður bara til Billy Bob. En mér veist ekki sér. Það verður bara feitur spoiler. Billy Bob hann er komin til Vegas og Billy Bob situr hann sér hann er orðinn einhver annar komið með eitthvað, fake identity og búin að giftast einhverju konu og hann lappar yfir á borðið til Billy Bob. Þá verður hann svalast í karakterinn í þessa seríu og hefði átt að svara Billy Bob að því að þá bara, hann verður svo Billy Bob hefur þetta gott hann verður bara eitthvað svo pirrar út af bara hann kemur yfir því að hann var búin að sjá hann var búin að eitthvað vinkonum og hann svo alltaf leita undan og bara, þegar hann ákveð komið öll inn í lyftu og dreipið bara alla þá bara fannst mér hinn einhvern veginn hann var aftur að auðlanum, skilur en mér fannst hann einhvern svona eiginlega karakter hann var búin að fá redemption ég veit ekki, mér finnst það gegja mér finnst líka lögregluþjónunir bara, hvernig fólki talaði allt þetta, það er svo vangið ég fyndi en voru ekki Key og Peele í þessu? Þetta er ekki Key and Peele? Ég man ekki hvort leiku þeir ekki eitthvað svona löggur? Var það ekki í season 2? Mér finnst það að vera fyrstu sinni það getur verið fyrstinni, já, svona FBI já, svo setna parti seríuna jú mér finnst það geggjur seríu, hún komur óvart þetta er fín seríu
Þetta er fín sér, hann er að passa hvað hann segir. Þú ert alltaf aldrei að fara að gefa mig stig núna. Þú kemur eitthvað. Komdu með þetta. Ég er að fara að segja Stranger Things allan daginn, sko. Þegar ég var eins og þú. Mér fannst þér vera bara ekkert sko, allir að tala þetta, byrja eitthvað að reyna að horfa á þetta, já, svona, þú veist, ég er bara, þú ert svona mikill X-Files maður, ég var þar ekki, en svona, það óks á mér líka, sko. Geggjaði þettir. En þetta eru góð þættir, þetta eru geggjaði þættir. En mér fannst þér ekki, að þetta eru þættir sem þú þarft svolítið að horfa í gegn og byrja að fíla. Já, það var mjög efins og fyrst var ég bara aðeins. Meinar þú að horfa framhjálfur ruslunum? Reyna að sjá glitti og eitthvað. Hann þarf ekki svona svara, svona út komið stig. Nei, ég er með svara því að aldrei að gefa mér stig. Okay, ég held að Sjóni getur bara... Hann er að fara að segja Friends. Nei. Ég segi Breaking Bad. Og það eru rust. Nei, að ég var eins og þið. Ég var vitlaus. Og ég var bara, ég er ekki alveg að kaupa þetta. Klára fyrst sér ég bara svona, Svo gaf ég svo aftur séns. Og þetta er geðveitt stöf. Þetta er rosalega heild. Sko, hvernig er enda á svona? Þetta er geggjaði þættir. Já, mér var alltaf sagt, sko, í season 2, þá myndi það koma. Þetta er aðeins meir í gang þar. En það kom ekkert hjá mér. En hvað fórst þú langt? Ég man ekki 2-3 þætti, svo var ég bara eitthvað bless. Hann fyrst ég var með Fargo í öðru sendi hjá mér. Já. Ég nenni líka ekki að rífast ykkur gauðra sem vita bara ekki eins og hvað Breaking Bad er og góðu þættir. Já, ok, hver er staðan? Er ekki svona rústus? Hvað eru búin margar spurningar? Það eru komið 3 stig. 3-1 og hann fyrir með 1-0. Það er bara að hafa gaman að þessu, taka þátt í þessu. Sé alltaf saman tjóki. Herru, ok, spurning 5. Og það er, Högni, þú byrjar núna eða ekki? Þetta er svona spurning sem væri gott að, þetta er eins og þú viltu vera fyrstur að svara. Þú ert alltaf að kíkja, ég veit aldrei hvað er að koma. Hvað er að koma? Þið eru með, já, ég skal Ég man ekkert hvað ég skrifaði. Ég þarf að kíkja á hvað ég skrifaði. Já, ég les spurninguna. Ég skrifaði undir svörin. Þetta er nummer 5, 15 spurningin. Ok. Og ég held að enginn okkur sem er sama svar. Nei. Já, hvað með það? Ef þú verður sendur á eyðeyju. Sopranos. Ok, má ég klára að lesa fyrir fólk sem er að horfa á þáttina að hlusta. Ef þú verður sendur á eyðeyju en mætti taka með þér eina sjónvarpsseríu, þá er ég að meina, eins og ef hann velur Sopranos, þá má hann taka bara alltaf rönnið. Já. Það er ekki bara sería 4 eða. Já, ok. Ég skildi það þannig. Ok, taka með eina sjónvarpsseríu til að horfa til æviloka, hvaða seríu myndir þú taka með þér? Það var eina spurning sem ég bara, Sopranos. Akkur er Sopranos? Bara besta sería sem hefur gert. Það er að horfa á hana aftur og aftur og aftur. Ég get hort á hana allir gegn og ég geti byrjað aftur. Og þú veist, hún er svo, það gerist það svo margt, það er svo mikið að núl sem ég líka sem hann fer að sjá, taka eftir. Karakter er svo margslungnir, þú fer að halda með öðrum karakterum, fer að kynnast þeim einhvern veginn betur, karakterum sem er svona aðeins á bakvið. Þetta er alltaf masterpiece. Masterpiece, algjörlega. Og þetta er bara, þú veist, það er ekki fara að segja eitthvað, þú veist, Friends út er til einhver og fullt af einhverjum seríum eða eitthvað. Þetta er bara, þú verður líka... Þú stjórnar ekki hvað ég segi. Þreytur okkur mindless drasli. Þetta er bara besta sería sem hefur gerð. Í sammála því. Og númer 1 hjá mér líka. Það er það bara, og það er það sem ég myndi taka með mér, það besta. Ok. Ég er samt með betra svar. Eða þú veist, ég getur rökstutt mitt heldur vel. Já. Nei, ekki, og þú varst að segja mitt að þetta veri besta serían. Já, ég er sammála. Það er rökst þér. Hvað er með þetta? En spurningin er ekki hver er besta serí sem þú séð. Já. Þá er Sopranos þar hjá mér. Mm. En ef ég sendur á eyðeyju, þá takk ég með mig Lost. Ég ætla bara að segja. Bara að þú hatar sjálfvæg. Nei, ég ætla að útskýra fyrir okkur. Ég er alltaf að dýrka á. Jú, þau eru misgóða seríun alltaf. Ég er að fá svolítið marga þætti. Þetta eru rosalega margir karakterar. Og ef mér fyrir að líða illa á eyðjunni, þá geta allan að setja sjálf mig og ég er allan ekki á eyðjunni sem þau eru á. En ef þú fyrir að líða illa á eyðjunni, þá er þú að horfa á Lost. En ég meina, verður ekki bara meira parana á eyjunni að vera að horfa á Lost? Nei, þetta er ekki raunverulegt. Hvað? Þetta er gott svar. Lost á eyðju. Það er ein ástæð fyrir þetta væri allt í lagi svo það væri bara svo tenging. Ég myndi frekar vilja Sopranos. En miðað við þessu spurningu. Já.
Voru þið búin að eitthvað... Þú skrifaði þessa spurningu bara til að geta satt lost í þetta. Já, ég held ég var búin að ákveða. Æja, Sjóni, gott að bæða með þetta. Herðu. Þetta gott svar, satt. Þið verða ekki með smá respekt. Nei, sérstaklega ekki út af því að þú skrifaði spurninguna fyrir þetta svar. Já, ég meina, hvað með það? Herðu, ég fór allt aðra átt heldur en þið. Þú fórst eitthvað svona sitcom, eitthvað þess að hlæja. Það teiknumynd að koma. Já, Seinfeld. Simpsons. Seinfeld. Já, það er enda alveg gott svo líka. Ég, sko, ef ég verður frá Eyðeyju, myndi ég vilja hafa svo flesta þætti, þú veist, ég veit ekki hversu oft ég er búin að horfa á Seinfeld. Og getur horfst endurst á þetta? Já. Ég, þú veist, Sopranos geggjað. En ég myndi bara vilja hafa eitthvað svona, þú veist. En er þetta ekki aðeins mikið létt með því? Ég er ekki mikið, mér Seinfeld alveg fínt bara svona dettin í hverju sem er, en ég er ekki mikið Seinfeld aðdáandi. Ég get alveg hort á mér staðið ekki leiðilegir, en ég er ekki svona aðdáandi. Það sem færði í Sopranos allavega, er grín, gott drama, smá aksjón, blóð, nekt, það er allt í þeim. Já. En Seinfeld er svona, það maður ekki pínuð þreyttur? Búin að horfa 20 svona stætti, allir eins? Nei, ég myndi bara gera eins og gera núna, þú veist, maður tekur hvíld. Já, þú myndir ekki að horfa stanslust bara þann daginn á eyðinni. Nei. Ég myndi gera það Sopranos allan daginn. En mér finnst, ég meina, Sopranos. En þú ert ekkert með þetta annað á eyðinni, þú getur ekkert farið bara í gymmið, skilur? Það getur búist til gymmið, þú heitir hann manna. Hvað svo hann? Hann býr sér bara til gymmann. En þú ert ekki með það, þú ert ekki með bóka en eitt. Nei, ég meina, ég myndi samt vel Seinfeld. Ég les ekki bækur, það var bara Sopranos. En ég hugsa samt, nei, ég hugsa ef við leggja saman tíman, þá er Seinfeld örgulega lengra. Er það? Þó sem styttir þettir. Aldrei það? Nei, ég er ekki að reikna það núna. Það er miklu verið seríur og svo margir þættir í hverju seríu. Þú veist, ef þú ætlar að vera með þetta á Eyðeyju, þú ert vantalega með sjónvarp, þú ert vantalega með rafmagn. Já, það er eins og það er ferð. Já. En þú ert ekki líka með einhverja línulega dagskrá, þetta er bara... Nei, skilur, þetta er bara hana. Ég er ekki hókið sjónvarpinu, ég er bara til einhverja eyju. Já, þú meina að þú myndir bara ekki einu svona horfa á Seinfeld, þú er bara... Jú, ég veit bara svo kvöldin. Það var alltaf að reyna að downloada Sopranos. Svo ég tengingina. Ok, Seinfeld, Lala svar, Sopranos gott svar, Lost besta svari. Halló, við erum á Eyðeyju. Það er eina tengingin. Þetta er bara slaðið. Það er ein góð sería á Eyðeyju. Ég myndi frekar taka hana sitcom þættina sem gerast á Eyðeyju, hvað heitir það? Nei, býtu. Ég myndi frekar taka bara eitthvað raunveruleika þætti að Eyðeyju. Já, þú veist, þetta er svona algjört drast, sko, en það gerast á Eyðeyju, en þeir eru fyndnir. Já, ok, en myndið þú taka frekar American Idol? Nei, ég sé bara eitthvað verra, sko, Survivor. Hann er Survivor, bara alltaf eitthvað. Nei, ég sé bara frekar heldur en Lost. Hvað er ekki komið 20 season eða eitthvað? Allt gott. Hann er enda Survivor maður, sko. Okkur hefur sagt Survivor? Elskar bara Eyðeyju. Ok, ég ætlaði að segja Survivor. Já, við dætt ekki svona hug Survivor. Ég held 100% að það var að fara að koma til Survivor. Nei, málega er, ég var svo geðast niður þegar ég bjóti þessu spurningu, það væri mér svarið. Og það bara dætt mér ekkert annað í hug. Ok, ég ætla að gefa það Sopranos. Stig. Það er til mig að gefa Sopranos ekki svarið, því ég dýrkast á þetta. Þetta er besta þetta sem maður gerir. Þú fæst stighaugni. Þetta var líka bara eina svar. Sorry. Nei, og Lost líka. Lost. Gott fyrir Lost, og þeir byggu til spurninguna. En þú hefði sem bara aðeins að víkja frá þeim og hugsa út úr bóksi. Ok, ég vinn allavega pottið næst. Ok, hvað er það? Átt þú ekki svara fyrstur? Jú, en þið er svo harðir. Þið komið pott með eitthvað svona óa svar. Ok. Þetta er nummer 6. Hvaða sjónvarpssería finnst þér að vera æðisleg en þorir valla að viðurkenna það fyrir öðru fólki? Og ég setti fyrir fólk sem er að hlusta og setti innan svega. Ég veit, þið eru svo harðir að þið þorir alltaf að viðurkenna allt, en þið fatti alveg hvað ég við með þessa spurningu. Já, það var mjög erfitt. Ok. Ég valdi eina seríu sem er geggjuð og þetta þorir alveg að viðurkenna fyrir fólki, en þið fatti spurninguna. Ég valdi The L-Word. Geggjaðir. Þeir eru geggjaðir. Ég horfði á. Þeir eru alveg heldur góðir. Eina sem gerir alveg vond er að koma eitthvað svona reboot af þeim núna. Já, ég nætti ekki að segja það. Nei, ég sá bara einn þátt og þú veist, það er svona einhverju karakter að koma aftur inn og eitthvað. Það er alveg skemmtilegt þetta. Fjallar lesbíur í LA.
Já, LA. Ástæðan ég valdi það svar fyrir þessa spurningu kannski á yfirborðinu á þetta ekki verið eitthvað sem ég kannski á að horfa á, fatti. En mér finnst þetta mjög góður. Það er, þú veist, samt svona Þetta er gott bara svona samtalið mjög kallmannslegt svar eitthvað svona að ætla að taka þetta svona þátt út einhver svona, það er endast einhver lesbíum kynlífssenjum í þessu. Það er ekki ástæðan Nei, mér finnst þetta heldur góður. Gott drama. Ég held að ég myndi fá eitthvað svona öldur þau. Nei, þetta er fínir þættir, ég var alveg á það. Ég veit ekki hvað þetta er hann. Já, ok. Byrjar þetta ekki vel, eða? Já. Ég stókill á það. Þú veist sama svar. Nei, ég með meira, sko, þú er ekki tekið þess að ég tók, sko. Ég er alveg til að fara niður, sko. Ég rugli. Ég skammast mér ekkert, sko. Nei, ég veit alveg skammist ekki. Þið fatt þessa spurningu. Já. Hvað var þú, Sjóni? Já, mér finnst þetta erfitt út af því að ég finnst að hugsa svolítið mikið þetta út af því að þú fílar bara gott stöf. Já, eiginlega þannig, sko. En svo fatt að það voru þættir sem horfði þess að ég ætla bara að double checka hvort ég ekki skrifa þess að, jú sem ég horfði oft á Það var að segja Friends Hann var að segja, þú veit að það fyndi Það er Friends Nei, hérna Ancient Aliens Þetta er gott svar Þetta er þetta heldur gott svar Þetta er eitthvað svona Þetta er geggjað svar Ok, ég veit ekki hvað það er Þú ferði ekkert með þetta hvert sem er, sko Sérstaklega ekki í dag, þetta er svona einhvern veginn vestnaði Já, þetta er bara verið verra, sko En það er það sem gerir þetta betra Og líka þegar gæinn kom Giorgio Tsoukalos Já Þannig að kom til Joe Rogan Já Þegar ég horfði það fyrst, ég var bara, ok, mér finnst alveg Mér finnst margir áhugaverið punktar í þessu Já, þið kom alltaf með eitthvað svona kannski einn punkt sem er svona, já, býtu Svo bara svona bara langt í burtu bara hól skefla að kjafta en þegar hann kom fyrst í Joe Rogan þessi gæi, ég var bara, já, ok, þetta er cool það var að tala að geimverur hafi komið inga fyrir sko, 10.000 árum ok, sko er þetta ekki þannig? Jú, en málið er, þú veist, það var eitthvað svona dæmi þetta var rusl þetta var, já það var bara játa hann fyrir að horfa rusl ég ætti að vera að fara að tala um eitthvað sko, alveg þætti sem bokkaksli horfir já, hann horfir ekki að láta þetta því hann svarar sko, það var eitthvað svona dæmi bara, geimverur komið fyrir eitthvað 10.000 árum og eitthvað sprautu í genum í okkur og gera okkur eitthvað, bla það er allir búin að slökka á pásu og hoppust 30 sekundur og aðeins hættur að tala það hefur dugað einn þátt en þeir eru búin að vera eitthvað 10 season og 20 season ég fór ekki eitthvað að tala líka hvernig það tengist nasistum og eitthvað þeir bara fara í allar áttir í eitthvað svona algjört kjafta það er svo geggja sko en ekkert búin að sjá okkur að 5-6 seríur af þessu sko máli er þetta er sko ég horfði aðalega á þetta áður í eignast krakka ok út af því að það er meiri tíma já, þetta er algjörlega svona hann var ekki búin að horfa á þetta í 6 ár já en ég meina, ef hann sá fullt af þáttum þá... ég sá alveg nokkur season, sko nokkur seasons? Ég sá fyrstu 2 þættir svo var ég bara átt því mér veist að það er búin að koma öllum til skila sem það að segja en svo var eitt, veist að þetta líka sem er geggjað hvað er það? að þetta er einu sjónvarpsþættin sem getur sofnað það er bara eitthvað dáleiðandi við hvað þetta er mikið kjaftaði en það er samt ekki hróp það er ekki gott já, meinar bara hvað þetta er mikið bull já þetta er gott svar, þetta er alveg svona ekta svar við þessa spurningu. Sjóni kom til þess að spila, það er alveg klart betur, sko. Ég vann maður þann svolítið, ég ætla að hann kemur bara með eitthvað það er með eitthvað stæla og ég veist að ok, það er ekki aðgjara honum. En samt, ég hef sem þetta það er allt byssur og geimverur og eitthvað hardót. Þetta var geimverur. Já, ég held að ok, þetta var mjög gott svar. Ég held að Högni toppi þetta ekki. Ég veit ekki, ég er ekkert að fara að reyna að toppa eitthvað geimverurusl. Sko, ég var fyrst með eitt svar. Ég held að taka það líka. Út af því að, þú veist, það er eitthvað sem Haffi á að vera að horfa á núna. Býtu, tekur bara eitt. Nei, út af því að Haffi á að vera að horfa á núna. Því að ég á 3 börn. Og það sem ég ætlaði fyrst að segja er það út af því að kona mín er búin að vera að horfa á þetta alltaf hún var ólétt og svona. Að one born every minute. Hefur þið séð það? Það eru raunveruleika þættir í Bretlandi og Bandaríkjunum þar sem bara er verið að horfa á fólk bara koma inn á fæðingarstofuna og svo eignast upp börn. Ég get ekki alltaf og þetta er mjög fyndið bara allt saman en allan, það er ekki að sem ég valdi það er sem ég ætlaði að velja og því það var eitthvað svona í spurningun eitthvað æðislegt eitthvað en síðan hugsaði þetta aðeins betur
Það var ekkert æðislegt í spurningu. Eitthvað, þú, orðalega, var alltaf svo, það er allt svo flókið. Já, Björki grænjaði þessu líka síðast. En ég sagði Sex and the City. En þeir eru bara svo leiðilegir. Það er bara svona þætti sem að eru leiðilegir en ég get svona alveg hort á. Og veistu, ég trubla mig ekki. Ég horfði ekkert það, þetta var eins og alltaf í lífilegu. Gerst í New York og það er eitthvað svona... Ég gaf þessu mega sjens, þetta er HBO þættir. Ég get hort á þetta þegar þetta er í sjónvarpinu og svona, og fyrst hefur alveg gaman af. En ég er ekki bara að sitja á sko. Þetta er mjög leiðilegt, sko. Þetta er mjög leiðilegt. Þetta er búið með marga seríur. Nei, ég segi, ef þetta er í sjónvarpinu get ég alveg hort á þetta, skilur. Fyrst svo svei ekki yfir í, en mér finnst þetta ekki svona, en skilur hvað við, en mér finnst þetta ekki eitthvað... En ef þú búin sér alla seríun, þá skal þú gefast því? Nei, hvað með góður, ég veit ekki svona hvað er margar seríur. Nei, ok. Þetta er leiðilegt. Hann kom alltaf með skemmtilega því. Nei. Hvað svaraði þú? Ég haf með geggjað þetta, Elvard. Ég gef þér stu. Þú komst mér á óvart, svo. Já, en hann kom mér á óvart. Og hann kom mér mest á óvart. Af ykkur öllum hérna tveimur. Ok, en Sjóni, hvað ætlar þú bara að halda af þitt? Ég ætla að gefa þér stig. Þetta er svo mikið pitt í stig. Þetta er mjög mikið pitt í stig. Það verður ekki leifar að vera með. Svo endur ekki með 0. Takk, strákar. Takk. Ég skal þykja þetta stig. Ég meina, þú ert að fara að gefa mig PS5 og milljón. Hafið, þú ert alveg búin að leggja þig fram, sko. Við verðum að leifa þér upp með. Ég er samt þetta drasl. En hvað, erum við ekki komin á þínu spurningum? Ancient Aliens er svo geggjað þetta. Einn á selja. Byrju, hvað voru þínu spurningar? Byrju við, hann er hann... Hvert eru komnir? Við erum... Herru, það skiptir ekki máli. Ég byrja næst. Þú byrja næst. Og þetta er spurning 7. Ég spenntur eitthvað að segja það. Ég er með besta svar við þessari. Þú ert búin að segja þetta við alla spurningar. Ég er bara að reyna að búa til eitthvað spennu. Ok. Jú, það var æðislega á rétt sér. Í spurninguna. Ég veit það. Þessi lýsingar á þig. Kanski maður sér veist þú eru æðisleg. Hvað er að mér? Ok, númer 7. Ef þú værir að fara að fremja glæp og ætlaðir að komast upp með það, hvaða karakter myndið þú fá til þess að hjálpa þér? Mér fannst þessi spurning mjög skemmtileg. Vera bara fánuleg. Ok. Og bara svona, það böggaði mér rosalega mikið að geta ekki skilgreint glæpin. Þetta er svo... Þú ræður hvað glæpur það er? Ó, ég hugsaði bara morð allan dag. Ég hugsaði bara hvað... Ég hugsaði bankar á hann eða eitthvað svolítið. Er það að fara að eyða jörðinni eða þú veist, hvað er að fara að gera? Skilur okay, þá ertu að fara að velja réttu típunum með hvað ertu að fara að gera. Þetta er glæpur sem fyrir fangelsi fyrir. Já, þetta er ekkert eitthvað glæpur gegn mannkynnu. Þú ert ekki að vera þurrk út í jörðina. Það er bara Adolf Hitler. En ég er alltaf komst með besta svarið. Það er alltaf bara einn maður sem kemur til greina. En segðu fyrst hvað glæpast í huga? Ég hugsa þetta alltaf þannig. Ég bara hugsa, ok, hver er bara svona mest svona, bara svona general yfir allt sem ég myndi að taka með mér, sem bara getur bara dott í alltaf glæpi. Já, en þú verður líka, hann var að hjálpa að komast upp með þetta. Já, en... Það er nefnilega lykillinn í þessu. Dude, já, það er lykillinn. Easy. Já, hvað heldur þú? Homelander. Hann er svo skjörspiltur og siðblindur og bara gjörsanlega farinn. Og hann er jafn öflugur og Superman. Og bara, þú veist, hvað sem ætlar að gera, hvað glæp sem ætlar að gera, það mun takast með hann meðan á mér. Já, ok, þú hugsaðar það er stærri en ég. Sama hvað er að gera? Ég er ekkert að fara þurrk út heilu lönd. Er ég að fara að stela bíl? Hann er náttúrulega bara ykkur ruggli. Hann kemur, skildi ekki spurningu. Hann tekur bílinn, þú veist, er ég að fara að eyða borg út? Já. En hringi hann. Þú kemst ekki upp með þetta, við allir að Sjónni gera þetta. Og svo líka einn. Löggan að koma, hringi Homelander. En svo líka einn. Spurningi var ekki, hvaða karti getur fram með glæpum fyrir þig? Ég er með honum, ég get hangi á honum með hann. Aftur á bakinu hann getur gert svona bíslega, ég get alveg verið hann með honum. Hann getur lögur líka að halda á mér. En málið, hann á aðstofa þig. Hann á ekki bara að gera þetta fyrir þig. Jú, ég segir bara hvað hann að gera. Það er aðstofa mig. En hvaða glæp varstu ekki með neitt svona einn í huga? Það er bara að gera allt. Bara allt. Það er bara að gera allt. Þú veist, bara hita sjóin og eyða hann upp. Já, maðurinn. Ég er ekki bara að fá þér einhvern Harry Potter líka með þetta. Þetta er geggjað. Ég var ekkert að hugsa um einhvern umhverfisglæp eða glæp gegn mann.
Ég var að hugsa... Hann er maðurinn. En þú mátt alltaf túlka þetta svo vilt túlka þetta. Homelander er alveg gott svar. Hann má líka komið lélegt svar hann vill, sem þetta var. En ég hugsa, ég ætla ekki, af því að svarið mitt er heldur gott, ég ætla ekki að gefa svona stíði, ég ætla að halda mig við. Nefnum að þú kom með okkur að sleggju. Hvað erst þú með? Sko, ég hugsa þetta mjög mikið. Sko, ég mörgnöfn allir koma á rétt svari. Mér finnst þetta erfasta spurningin. Þó ég hafa saman sjálf, ég var ekki með svar þegar ég gera það. Eitthvað svona æðislegt okkur svona var erfiðar spurningar. Ég bara, þú veist, hafi, voru að fara að kaupa einhverja lýsingarorðabók. En ég hugsa þetta mjög mikið og það sem ég hugsaði út í. Ég hugsaði út í mikið af karakterum og fór í gegnum, mína uppáhaldskaraktera sem eru glæpamenn. Avon Barksdale, Tony Sopranos og svona. Og ég hugsaði, fyrst ætlaði að taka Avon til dæmis. Og því að hann er svo lojal, en það er svo margir í vægir sem þurfa bara að fara í fangelsi til þess að bjarga honum. Já, en þeir líka enda allir í fangilsi. Ég segi það, enda allir í fangilsi, þannig ég tók hann af listanum og Tony líka. Ég hugsa að Tony myndi endan bara drepa þig ef hann var eitthvað stressaður með að þú myndir snitsa eitthvað. Þannig að ég valdi karakter. Herru, Bíddu. Ekki segja. Ég ætla ekki að segja hans það, leiðum bara allir svona. Ég valdi karakter. Þetta er mikið skána hann í segjan. Sem að, hann stendur alltaf með fólkinu sinu. Okay. Hann er loyal, through and through. Og ég myndi treysta honum fyrir lífið mér. Og er þetta klár gæi? Er hann að fara að koma þér í fangilsi? Hann var ekki alltaf bara að komast upp með þetta? Já, hann er allan daginn að hjálpa að komast upp með þetta. Hvað er glæp? Varst að hugsa? Já, morð. Hvað er að myrða? Homelander. Bara... Út af því að hann kemst upp með fullt af morð. Þannig ég hugsaði bara morð. Homelander. Ég fór bara í aðal glæpi. Já, en sorry, aðeins með Homelander. Því hann bara Homelander. Já, Homelander getur myrt fólk, en þú þarft að gera það sjálfur. Og þú þarft að komast upp með það. Og hvað? Á það sé hann bara að fljúga með í burtu? Hann að hjálpar að komast upp með glæpiðinn. Já. Ok, ég skal bara... Já, það er reyndar... Glimtu þessu. Já, hann getur flóið með sjón eitthvað, sjón getur skotið eitthvað, svo getur bara Homelander flóið með í burtu. Jesús minn góð, hann engin sjá hann. Viltu ekki bara velja súpmorð? Herru, einn morð. Ég er bara með snæper. Hann heldur á mér einhvers Flýgur einhvers Ok. Glimtu hugmyndinni. Ok. Komdu með þinn. Paul Gualtieri. Sopranos. Hann er samt... Hann er lojal, allan tíman. Hann var að ræna ykkur gamla konu. Þú varst að hugsa þetta oflítið, of smátt. Nei. Ætlaðu þú bara að ræna ykkur verk? Nei, hann hjálpaði Chris með að drepa gæri í skójunum. Komst upp með það. Hann er bara svona, mafia hitman sem er bara svona lojal gæi. Ef ég hugsa þetta bara, skilur, Tony geymir hann bara hliðin á sér. Hann er einn af fáu gæjunum sem að hann, ber virðingu fyrir. Og einn af fáu gæjum sem hann leitar til þegar eru vandræði, þegar þeir eru að vera sannreina, pussi sér, snitts og svona, og leita hann alltaf til hans, því hann er alltaf lojal. En Högni, hann rændi gamla konu. Þú getur aldrei sagt... Gæði hans flýgur, sko. Þú getur aldrei sagt... Þetta er einu svar. Að þú komast upp með þetta. Jú. Þú getur það ekki. Það mun ekki... Ég meina, þetta er bara einhver venjuleg gaur, einhver lúði. Homelander. Hann er ekki lúði. Póli. Hann er svalasti karakter. Gráðu vængina maður, geggja svalur, TV-tray maður, einn heima, býða til símtalinu, fara út, drepa einhvern. En ég er að muna bara eftir að það var að reynda þessa gömlu konu. Hvað ert þú að tala? Ég man ekki svona eftir því aðri. Svo kyrta hana, hún kom að hann, hann drap hana. Þetta er maður sem þessum og veit einhver hann draf gamlu konur nema þú? Nei. Það var þannig komst upp með það. Góður búndur. Við minnum hann komst upp með það. Já. Ok, þannig að þú vilt drepa gamla konur, ræna veskjum. Nei, og hann drepa fullt að liði í myndunum. Þeir fara, bara kom einhverju gæjar kemur einhver austantsjálfsmafía inn, þeir fara að stúta þeim öllum. Þeir komast alltaf upp með þetta. Og hann er alltaf lykillinn með í að koma þessi liði burti. Og reyndar þér hugsa að Póli fór aldrei í fangilsi. Hann fór aldrei í fangilsi og það er ekki margir sem eru gamlir mafjósar sem er ekki búin að fara í fangilsi eins og Póli. Já, hann var svona búin að fara einhvern tímann, við bara sáum það. Já, ekki í þáttunum. Junior fer í þáttunum, hann svona, hann að... Ok, þetta er fínt svar. Reyndar myndi Homelander bara drepa Póli, en reyndar myndi þinn líka bara drepa mingar. Ég held reyndar að Póli myndi drepa hann, hann verið ofharður fyrir hann. En mér veist ég svo sniðugt svar, að ég valdi ekki glæpmann. Hvað er með það? Ég valdi ekki lost. Ég nefnilega valdi ekki glæpmann af því það stendur ekkert að það var nokkuð spurningar að þýrt að glæpmann. Það stóð að fremja glæp. Nei, það stendur bara alltaf fremja glæp.
Þú getur ekki hvaða karakter sem karakterinn þarf ekkert að vera glæpamaður. Ok. Þannig ég valdi bara eitthvað sem var ógeðslega klár, hann getur hjálpað mér að fremja hvaða glæp sem ég var ekki að hugsa að stúta í jörðinni eða ræna veskjum. Ég bara tilbúin í allt. Eða drepa gamla konu greið eins og ég. Ég valdi bara Sherlock Holmes. Hvernig er það ekki gott svar? Hvernig er það ekki gott svar? Hvað er ég? Valdar einhvern miðaldar gæja í Bretlandi. Ég valdi Sherlock Holmes. Í alvörunni? Já, ég valdi Sherlock Holmes. Komstu bara til að tapa? Það gefa mér þetta stig, sko. Ég valdi hann sem Benedict Cumberbatch leikur. Hann er ekkert einhver gamall kall eitthvað. Einhver svona spæjar, einhver, sko. Einhver spæjar. Hafi. Þetta er klárast í detektiv allra tíma. Hafi, ég var að fara að gefa þér stig. Já, gefðu mér það. Ég ekki sér ekki honum stig. Allan daginn. En ég ætti að fá stig. Nei, ég kom mest óvart. Sjáðu viðbröðin ykkar. Þið verðið að vera sammála. Það stendur hvergi kemur mest óvart. Nei, ég veit það. Ég er náttúrulega sko aldrei fara að gefa því að stig. Af hverju ekki? Út Sherlock Holmes, Hafi. Hann vinnur við það að leysa glæpi. Já, en ekki fremja glæpi. Nei, hann getur hjálpt mér og sagt mér hvað ég á að forðast og svona. Já, og svo snitsa hann þig. Hann er ekkert að snitsa, hann vinnur við að finna glæpa mér. Það vil ég meira það, þið hjálpa mér. Leifbúinn, bara búinn. Að vinna hans. Þú er að finna eitthvað sem er lojal, hann er ekkert lojal. Men ég er flíginu framhjá bara. Þú veist, þú er að finna eitthvað sem er lojal, það er líka svolítið tricky. Sem svíkum ekki. Já, þú veist, hann er að fara að svíkja það allan daginn, sko. Haldið það? Að þeirra lögga í rauninni sjálfur. Hann reynda því ég hugsa út í það, þá er hann ekkert spiltur. En mér finnst það var svo sniðið svar. Já, nei. Já, nei. Þetta var ágætist tilraun, Hafi minn. Já. Þetta var mest að sleggja mín, sko. Þetta var svarið. Ég held að myndi gullbryggja missi sigurinn. Ok. Hver fyrstu tíð? Ég á fyrir næstu. Herri, ég náttúrulega gefa sjálfum stig. Ég gef sjálfum stig, sko. Ég veit ekki eins og hver hann er og hann er að tala með einhverju ofurhetju sem að, getur drepið heiminn. Það er að horfa að sjóa. Ekkert sem þú ert að tala sem er að fremja glæpi. Sko, þú ert ekki á eyðiðinni. Þú þarft ekki alltaf að horfa Sopranos. Það er ekki alltaf Sopranos. Ég verði alltaf að gefa sjónastíði. Af hverju? Útskýrt eitthvað. Hann er ekki að fremja glæpi. Jú. Hann er bara að eyða jörðinni. Hann komið góð hút af því það sem hann geti gert. En ok, þessi gæi myndi ekki bara drepa sjálfna og komið leið á hann. Ég er ekki að hann hangandi út á mér, hann gerir ekki neitt. Nei. Við erum að gefa okkur, þú sagðir eitthvað Póli lojal, okkur það var lojal þér. Hann vinnur ekkert fyrir þig. Jú, hann mun gera það. Já, við erum að gefa okkur það að þið séu ykkur í félagar eða eitthvað. Þetta Sherlock Holmes, hann væri vinur minn. Hann væri ekkert að vera snitsa. Já, en þú ert glæpamaður. Já, ok. En ég er ekki að vera miðað þeim. Ég er bara að láta hjálpa mér að ræna. Þú ætlar að ræna veskjum. Ok, ég er að klóra eitthvað í bakkan. Ég er komin svo djúpa hólu. Ég ætla bara að þegja. Nema, ég ætla aðeins að rökstiða mitt val á sjóna. Eins og hann sagði. Þú bara hræddu við sjóna? Nei, það er ekki því. Jú, það er reyndar því, en ekki því hann fær svarið. Af því að ef hann væri til dæmis að fara að fremja einhvern glæp, segjum að það drepa einhvern gæja, þá gæti Homelander bara tekið hann og svo sagði, bara flogið hann eitthvað, bara upp á eitthvað þak, bara beðum hann þar, sjónu skýtur út gæja, svo bara flýgur Homelander með hann eitthvað út í raskat. Þannig að enginn sjá hann. En byrju. Kæmist hann upp með glæpin á endanum? Að vitsallir er gæðir hann með þessum hann fljúandi? Nei, það myndi ekki, það flýgur ekki svo hratt. Og hann myndi droppa sjóna, nú er ég ekki að tala fyrir hann, hann myndi droppa sjóna væntanlega bara út í raskat. Ég er aldrei að fara að gefa honum stig, sko. Nei, ég gef hann stig. Það er ekki að því að hrættu hann. Að því líka, þú heyri hvað að segja það, ég skulda hann miljóna vinnur, samt er ég gef hann stig. Ég gef sjóna, Homelander. Hvað er staðan? Er það komið 4? Heldur það, svona sé að róst þessu. Já, fyrir allan að koma stig, við það. Já, ég veit ekki hvað pitti stig. Ég er hægt að taka þátt í þessu lengi. Ég ætla bara, joke. Ok. Við erum alveg að reyna að halda með þér og allt svona, sko. Bara skemmast. Ég er að byrja núna. Eitt hérna. Já, ég ekki byrja núna. Þú ert að byrja núna. Það er annars sem ég dætti í hug, en út í sett hana annars staðar á listan, og ég er búinn að segja hann, ætla að segja hann. Hérna, ég hugsaði Rick Sanchez. Já, hann hefur verið gott svar líka. Já, fullkominn. En mér var Sherlock Holmes, ég var við það, þegar ég skrifaði það niður. Það kom glott á mig. Ég var einn í herbygginu og ég hugsaði að Hafsteinn, þú ert svo sniður. Svo bara segi ég ykkur þetta og þið bara trúi ekki hvað þið leilt svar.
Það var að hafa það. Þú, núna, Högni, fyrstur. Já. Númer 8. Hvaða sjónvarpssería fannst þér byrja rosalega vel en fara svo út í kjaftaði? Þetta er svo marga serjur. Fullt af seríum. Þetta er létt svar. Það er létt spurning. Fyrst skeitt sem ég þurfa bara að flett upp. Manstu ekki hvað skrifa þér? Ég maður nú. Friends. Skal ég hjálpa þér Stranger Things? Nei. Ég er með svar. Gott svar. Ok. Ég er enda, maður getur hugsað endalaust af seríum. En það er ein sería sem var bara skrifuð fyrir eina seríu. En reyndu. Það er Prison Break. Úff, já. Hafðu með Prison Break líka. Ég er með Prison Break líka. Sko, þetta var ein... náttúrulega bara eitthvað gæi sem bara, eitthvað bróðir hans er ránglega sakar, hann einhvern veginn, tattoo þessi allur, kemur eitthvað perfect escape, þvílíkt einhvern veginn tension í þessu öllu, þeir komast einhvern veginn, er á leiðin að komast út í lok fyrstu seríu einhvern veginn, svo byrja önnur seríu. Og byrja fucking rusli og svo er þeir komið annað fangilsengstæri í Suður-Ameríku. Þeir heita Prison Break og þeir bara verðum að koma aftur í fangilsi. Það er svo mikið drasl. Þetta er... Við þurfum að fá annan þess að getur tatt á hérna kort... Nei, þetta er bara... En það byrja alveg cool. En karakterinn eru góður, svo verða þeir líka bara lélegir. Þeir eru komin út fyrir, þeir eru góður innan veggjana einhvern veginn. Annan er eitthvað alveg ógeð, einhver pervert þarna og... Já, einn aðeins. Og svo er hann komin út, það, þú veist. Þetta er bara 1 season. Þetta er bara 1 season. En þið gerðu þeir ekki 5? Já, 4, 5, sko. Ég maður þetta að sé, sem hann bara í sjónvarpinu bara eitthvað. Ég horfði á 2. Ég bara, er þetta ennþá í gangi? Þetta er bara drasl. Þetta er algjört drasl. Svo bara held þetta áfram. Og áfram. En ég skil ekki hvernig þetta horfði á þetta. Ég hætti þetta fyrstu. Við horfðum held ég á alveg eitthvað inni í númer 2. Því fyrsta var svo geggjur. Já, en málið, fyrsta heitir Prison Break og hún endur að þeir sleppa fangilsinu. Þá er sagan búin. Já, alveg, en önnur byrjar allan svona að þeir eru að komast til fangilsinu. Þú veist, ok, hefðu kannski náðst aftur, ég veit það ekki, skilur. Nei, þeir fyrst endaði, þau brutist út. Já, en önnur byrjar og þá eru þeir bara fyrir utan fangilsi. Já, en þeir eru komnir út. Já, þeir eru komnir út, já. Ég meina þess að þetta heiti ekki eitthvað on the run eða eitthvað. Þeir voru komnir út í fangilsinu. Já, og þetta er bara búið þarna. Þetta er svo mikið líka bara eitthvað, allt sem er búið, hann eitthvað en flúra sig. Ok, þannig að ég og Högni fáum stig. Við erum saman að þáttinn. Þú þarft ekki að svara því ég er búinn, þannig að þú ert núllaður út og það komið því. Já, ég hérna... Þú toppa þetta ekki. Nei. Þú getur ekki svona rökst þetta betur en ég. Sko, já, Prison Break var hann á listanum mér. Það er líka, það er ræðilegt. En ég bara svo pirraður yfir þáttu sem ég valdi, þannig að Game of Thrones. Ég, fyrsta sér. Valdi ekki Prison Break. Þannig ég valdi, Walking Dead. Já, gott svar líka. Það er ágætt svar. Ég hef samt dottið inn í það bara, inn í eitthvað random seríu. Í dag. Já, bara ekki, bara orðin þreyttur eitthvað. Þetta er bara zombies og fólk að drepa, alltaf leið að horfa á þetta með þreyttur. Þú veist, ég er svo pirraður út, þetta var svo gott. Og þetta er cool hugmynd, cool heimur. Og gerði þetta vel, allt bara, en svo bara svona hvað er komið mörg sísón þar? 8 eða 10 eða eitthvað? Sko, ég get sagt ykkur það, ég horfði ekki á allt, ég hætti bara í 3. eða 4. Þriðju held ég. Ég byrja að hata þetta svona í 3., 4. Ég held samt alveg áfram. Veist. Þetta er bara svo lélegt. Ég hef séð einn og þátt í dag, því að Guðný kærastan mín, hún horfir á þetta stundum. Þetta er svo mikið rusl. Þetta sé 10 eða eitthvað. Þetta er svo mikið rusl. Þú veist, ótrúð fólk sem horfði enda á þetta. Þú er ekki fokkin krakkan með hattinn, maður. Ég heldur enda að hann sé dáinn. Ég vona það. Það er í þáttunum. Það er einn karakter þetta sem kom hann eftir að byrja að finnst þetta ömurlegt, sem var geggjaður. En það var bara karakterin, sko. Sagan er alls samt. Það var gaurinn sem átti hann var yfiröldu. Var það baseball-gaurinn? Já. Neikan eða eitthvað. Já, Neikan, já. Var alltaf flautandi hana. Það er einnig eina sem ég sá mjög að gegja, en... Það er alveg líka skemmtileg leikari. Já, hann er góður, sko. Ég sá aðeins með þeim gæja og fáði eitthvað. Ég með konni í dag. Ég sá eitthvað aðeins með honum. Og það var greinilega einni séri eftir að hann var kynntur eða eitthvað og liðin eitthvað svona tími. Og ég sá bara, hann var bara eitthvað ógeðslega grannur eitthvað og hann var bara einhverju fangilsi hjá þeim eitthvað. Þetta er bara... Já, var það auðmyggi. Já, nákvæmlega. Þetta er algjört drast. Varharður var auðmyggi, þetta er auðmyggi þetta. En Prison Break, en þú samt,
ef við ætlum að brjóta þessa spurningu niður, byrjuðu vel og endur illa, Prison Break byrjuðu ógeðslega vel, endur illa, þessir endur samt alveg fínir í nokkra seríur, svo bara að vera að reyna að teygja lopan og fylla í einhverju sjónvarpsdagskrá. Ég viltu að meina að við fáum frekar stig og ég segi við, að því að þú fær stig fyrir Prison Break, þá fær ég... Ok, við fáum báðið stig. En viltu að meina það að því að Prison Break voru fljótar að detta niður? Já, bara, nei, Prison Break voru bara svo ógeðslega góðir, skilur, bara svo geðveikt spenna og uppbygging í þeim, svo bara fara út í svo mikið rugl að þeir verða bara svo friends. Sko, ég alveg á því að Walking Dead sé svipað, bara gerist, kurvan hægari í Walking Dead. Þú veist, þeir fara hratt upp, en þú veist, þetta bara svona, þú veist, það þurfum ekki að hlusta á hann, við hefum sekundar afkvæður. Þú kýrst mér kjóðs bara Prison Break. Mér finnst ég ekkert eiga að sens hvað sem þannig að en Walking Dead rusl, þannig að þetta var svo létt, ég meina, maður hefði líka getað sett Dexter. Já. Ói. Já, en þú veist, þeir eru, þú veist, já. Ég dætt út í 3. sísón. En það er eins og með Walking Dead. Ég hugsa, þú veist, þetta er alveg góð þættir. 4-5 seríur voru alveg fínar. En svo er bara að fara að teygja lopan einhvern veginn og reyna að halda, þú veist, bara sagan orðin svolítið þurr. Það rétt hjá þér. Hvað er það? Nú 9. Ég held að þetta sé þín spurning. Þetta mín spurning. En hvað var hín? Alltaf tjekk og svo. Þú varst með okkur að 2. Nei, það skemmt ekki máli. Var það ekki búið með? Jú, við erum búið með... Nei, að búið með. Ok. Númer 9. Þetta er fálega spurning að ég högnaði með hana. Geggjuspurning. Já. Númer 9. Fannst þú geggju? Já, ég var með svar þegar ég skrifaði. Já, ég veit það. Þú tókst... Þú lettir sama vissinu og... Gera saman. Sjáum til. Nú ertu að fara að koma á þér. Hvaða sjónvarpsþáttakarakter sem var drepinn hafði þú mestu samúð með og af hverju? Þú? Já, ég er fyrstur. Ég valdi, og þetta er allt spoileri og fólk er ekki búin að sjá og þannig drepna karaktera, döða karaktera. Bilast ef þú vil saman ég, en ok. Maður, ég held engin með mitt. Ok. Ég valdi Bobby Bacala úr Sopranos. Hann var góð gæi. Gott svar. Þetta er gott svar. Mjög gott svar. Hann var góð gæi, hvernig hann er drepinn. Það er alveg pínu svona sad. Hann voru löðan líka svolítið í einelti, hann að fyrstu seríunum. Já, hann var að stríðunum og hann var eini gaurinn, minni mig, sem var alveg trúr eiginkonu sinni. Hann var ekki haldið framhjá eins og allir hinir. Þannig ég fíla hann, við þóttum rosalega væntum hann, rosalega góðu gæi, maður líka bara skildi ekki okkur, hann var eitthvað mafjúsi. Hann var fjölskyldutengsl. Já, einmitt. Og pappans var eitthvað legend. Já, þetta var góðu gæi. Já. Þannig að hann, til miður, deyr, ég fekk alveg mikla, ég vorkitt honum, ég fann til með honum, fjölskyldunars. Já, hann er svona algjör aukakarakter sem er mjög gott líka. Hann er samt alveg... En hann er svona byggður sem eitthvað sem þú átt einhvern veginn að fattaru, maður vissi svolítið að hann er drippin eitthvað. Já, eitthvað. Sem ég er ekkert slæmt, skilur við. Nei, ertu hann að draga úr svar? Nei, alls ekki, ég finnst það mjög gott svar. Ok, takk maður, Svolítið mikið að draga úr í. Mér datt þetta ekki, ég hugsa ekki Bobby Bacala. Nei, mér datt þessist fyrst í hug. Og þetta er líka, ég er svona, hann átt svo erfið að æfi í sem þáttum eitthvað. Já, maður, Hæri bara var að skeina Junior og giftið síðan Janice. Þetta var eitthvað svo glata fyrir hann. Ég þarf að fara að horfa á þetta aftur. Shit, þetta horfa á þetta allan einu svona ári. Já, ég tek þetta með daglega. Geggjað þættir. Ok, hvað erst þú með, Sjóni? Mér fannst þessi alveg frekar erfið út af því að þetta er bara sjónvarpskarakter. Mér er alveg drullið saman til degi ekki. Þú veist. Er þetta alltaf bara sama? Já, eiginlega sko. Mér er svona, bara, þú veist. Ertu ekki með hjarta? Jú, bara eiginlega, bara er skemmtilega bara sögum að einhver svona fólk sem er búin að svona, þú veist, ef maður hefur eitthvað svona sem að fílar eða eitthvað svona, það bara er skemmtilega bara fyrir heilda dæmi einhver svona karakter deyja. Þannig að mér finnst það ekkert slæmt. Og svara þessu bara. Ég Herra ísjarta. Ég valdi Omar Little. Já, gott svar. Fínt svar. Geggjar. Það er gott svar. Omar er geggjar. Geggjar karakter. Ég ætlaði að velja hann fyrir svalasta dóti. Mér finnst bara þvílík eftirsjá á honum. En var hann satt ekki, já, ég ætla ekki að skjóta svarið niður strax, en... Þú veist, mér fannst bara, ég vildi meira á honum, það geggjar. Ég ætla að segja, var hann ekki svolítið búin að renna sitt skeið, hann hefði ekkert endalaust nett að sjá meira. En það er að sama, skilur, og ég reynir fyrsta svarið mitt er að mér, þú veist, hann þjónar sínu tilgangi, skilur, en af öllu sem ég séð, þá, þú veist, fannst mér leiðið þetta hann dó.
Já, hann geggja karakter. Og þeir báðu mig góðsvör. En þú með betra. Nei, það segir samt eitt, þetta geggju spurning. Ég með gott svar. Ok. Út af því að, ég varð að koma að Wire að. Því að Wire var lengi uppáhalds. Þáttaröð mín. Geggjuð. Og Sopranos tók sér bara fram úr. Því að hún eldist betur, finnst mér. Sopranos, og vera hann svona margslúnari. En Sopranos er líka bara skemmtilega. Já, ég segi það. Upp á skemmtana gildi, Wire masterpiece. En skemmtana gildi, að horfa aftur á þær, það er Sopranos. En ég valdi karakter sem að fylgdi okkur í gennum alla seríurnar. Og deyri, eða hvort hann deyri næst síðustu seríu. Það er massífur spoiler fyrir Wire. Hver mikið saman? Ef það er ekki búin að horfa á Wire núna, horfa bara... Nei, en þetta er engin... 15 ára gamla þættir. En þetta er engin sko... Veitu hver á það? Þetta er engin svona aðalkart, hann er bara svona fylgir alltaf, hann byrjar í... Bubbles. Nei, hann byrjar sem svona bara runner í byrjun, þegar hann er að selja hann hjá húsunum litlu og svo fer hann upp í Tower, hann í High Rises fyrst. Og það er Weeby. Býtu, hvað var það aftur? Hann er Hann fór í fangilsi eða ekki? Var hann ekki inn í svona tíma eða? Nei, hann er bara svona einhver ungu gaur sem að, þú veist, er hann. Og hann er... Er þetta gauri sem er svikinn? Nei, hann er, þú veist... Hann fara aðeins frá fyrir mynd. Hann heldur alltaf trú við, hann er Baxterga í byrjun. Hann heldur alltaf trú við þá. Og þegar hann kemur inn, hann ákvæðstólur með núna hvað hann heitir, sem tekur sér niður öllu í svona 3-4. Er þetta að tala unga? Unga, Marlo Stansfield. Þegar hann kemur inn, þá heldur hann einu hotni ennþá. Er bara ennþá með einhverja krakkan, með einhverja litla frenda, einhvers gæja sem er í fangilsi og einhverja unga. Michael kemur þar inn og það hotn. Ég man ekki alveg sem að verður svona hitmenn með Chris og Snoop. Já. Og er svona í síðustu sér með en það krú kemur ekkert þarna og hann heldur þessu hotni og er bara svona, hefur alltaf verið lojal, er búin að vinna sig upp. Marlo finnst hann svo geggjaður og hann segir bara við hann, hei, þú bara búin að byggja upp það lélast á hotni, við viljum bara fá þetta hotn, búin að gera gott, og þú kemur bara að vinna, tekur bara okkar pakka og fyrir að vinna fyrir okkur. Og það er einhvern veginn svona guttirað af Barksdale gæjan endanum og hann fær einhvern veginn að lifa. Hvað heitir hann aftur? Hann heitir Weeby. En svo endar þetta þannig í seríunni að þeir eru allir teknir og það er verið, og Marlo er farin að drepa allavega eitthvað og það er verið að reyna að fá hann er alveg svona að fara að snitsa einhvern veginn, komið hann upp á lögreglustöð, hann er handtekinn og hann er alveg komin og hann gerir það ekki. Fer svo tilbaka og er að fá svo að borða og kemur McNulty inn og hann sest hjá honum bara, hann er ofta einhvern veginn verið að handtaka hann eða séð á hotninu og fer bara að tala við hann og hann sest með einhverjum gæði. Þessi gæði? Nei. Högni er búin að segja eitthvað frá allir seríunni, tókstu því? Og hann er langt síðan að horfa á hann, ég veit ekki okkur mann ekki eftir. Og svo er hann drepinn. Svo er potið að segja, veit þessu nafna hann, ég googlaði svo nafna hann. Þú er að hafa rétt nafn. Ef þú ert ekki með rétt nafn, þá er það ekki stig. Þá er ég með stig. What? Ég valdi gott líka. Ok. Ok. Og Þetta var fín spurning. Já, þannig að En ég veist ekki að kemur eitthvað ritgerða svar. Já, herðu, þetta er gaurinn. Þú ert með vitlaus á gaur? Já, ég er með vitlaus nafn. Yes! Býtu, hvað heitir gaurinn? Nefnilega, ég googlaði þetta, sko, og ég var með annan nafn á honum, svo var ég alveg... En býtu, ertu með þess að, ertu að hugsa saman, ruglast bara nafninu? Ég ruglast á nafninu. Gerir bara Wire Characters eða eitthvað. Hann heitir... Nú er fólk einhverja öskra sem er að horfa á þetta. Bara hvað að þessum gaur? Hann samt þessa spurningu. Nei, ég var með nafninu á honum, svo bara einhvern veginn fokka þessu. Ég játa það bara. Bodhi. Já, Bodhi, já. Þessi ykkur. Já. Og hann er einhvern veginn svona, hann er bara einhvern veginn harður í gegnum alla seríuna. Viltu ég klippi þetta til hann að þú lúkir betur? Nei, það er skýt. Ég er að djóka. Nei, en Já, ok, Bodhi, ég mani þér honum, ungistrákurinn. Já, og hann er einhvern veginn, jú. Eða svona. Hann byrjar ungur og hann er í gegnum alla seríunar. Já, einmitt. Hann er drepinn hann í lokin. Hann var bara svona street kid. Já. Og það var bara eitthvað svo ósængjarnt, þú veist, að hann er drepinn hann, Já. Fyrir að sjást með einhverju McNulty. En við völdum allir glæpamenn. Já, það var, við tverum Breiðholt og hann var Þorláksson. Allt grimma hverfi. Ok. Ég náttúrulega valdi samt... Sko, ég held að við getum offa Sjonna. Af hverju? Ég ætla að segja af hverju. Offa mig ekki. Ég ætla að offa svarið þitt. Af því hann vissi alveg hættunar, skilur. Hann var að
taka sénsa. Ég segi bara Ómar var heldur ekki svona margslungin karakter. Já, geggjaður. Hann geggjaður karakter, hann ekki margslungin. Þú er svona, það er leðilt að missa hann út af hann. Það er ekki að tala um margslungin, það er ekki að vera margslungin. Nei, hann er að tala um að þessi betra sé margslungin af því að þú veist það var saman með hann. Já, þú veist, það var búið byggja hann eitthvað upp fyrir þetta. Hann er bara, svona, hann er svolítið bara svona ghetto hitman á, og hann er maður sem löggan fer ekki eftir út af hann rænir dópsalana. En var hann ekki líka bara svona ticking time bomb? Þú vissi alveg myndi ekki að deyja. Ég held að vera að fara að segja hann að kærastina sem er drápið. sem var hvað? Já. Sem var 3 mínútur í seríunni. Sko, nei, þú veist, ég hafði saman með hann, þannig að ekki offa mig. Kalt hjarta. Ég gef högnast í af því að hann valdi svona pínu heartbreaking, svona æsku saga. Og ruglast á nöfnunum. Já, ruglast á nöfnunum. Það er Google að kenna. Það er ekki Google að kenna. Gaurinn sem hann valdi dó ekki. Þetta dó í beig líka, sko. Gaurinn sem valdi, hann dói það ekki bóttið. Já, á skotin. Ok, ég ætla ekki að högnast í, líka því að... Já, hann má fór stig, vel og svona. Hún sjónar og sagði að hann búin að vinna. Ég ætla ekki að því ég stighafi minn, en hafið þú með gott svar, sko. Já, takk. Þú líka. Það var besta svar eitt í kvöld. Betra Sherlock Holmes. Býtu, hann var svo langa ritgerð, hvern varst þú eftir með? Bobby Bacala. Hann var svo langa ritgerð, ég búin að glemja þessu hvað hann vald. Já. Ég gef hann stig. Ég held að ég sé bara með 1 stig. Já, þú ert það. Það var Sherlock Holmes. Já. Nei, það er ekki Sherlock Holmes. Út með 2 stig, þú veist Prison Break líka. Já, einmitt, ég með 2 stig. En Sean er með sko, hvað, 1, 2, já, einmitt. En hvað, en þú? 3. Ok. Þú gætir jafna Seana. Ég er bara með síðasta svarum. Síðasta spurningin. Hver byrjar? Svara. Þú veist ekki þú núna? Nei, þú endar. Nú byrjar... Þú. Nei, þú byrjar. Ég byrjaði síðast, já. Ok. Bíðans. Ég er að tjekka svarinu mínu. Getur bara sagt spurninguna. Númer 10. Hvaða sjónvarpssería finnst þér vera alveg fáránlega vanmetin? Þannig að bætti ég við fáránlega vanmetin. Það fyrir lýsingar á hrein. Ok. Ég er svo spenntur að þetta, því hann er valið eitthvað rust. Hann er komið með eitthvað game-kjaftaði, eitthvað mord game-kjaftaði. Hann gleymd að svara. Hann er að fara að segja Friends. Þú þarf ekki að enda á Friends, byrja á Friends og enda á Friends. En hann mætti það ekki, hann var bara með eitt svar. Finnst það vannmeti sería? Já, og fáránlega. Fáránlega. Vannmeti. Sko. Ertu með svar? Já. Hann er að hugsa svar. Mér langar... Þetta er automatic bara, feil. Nei, ég stend við svar. Mér langar samt að breyta, ég bara man ekki hvað að heita. Þetta er alltaf um mér. Langar það að breyta núna? Ertu ekki örugglega með auka spurningar? Herru, hérna, ég valdi. Bara út að Högni elskar þetta. Ég valdi The Expanse. Ok. Já. Hvað er það? Ég er ekki nett að horfa á það. X. Það er geggjaðir. Þetta er svona sci-fi dot. Game dot, þú elskar þetta. En það sem kallast nörd dot. Högni veit ekki hvað að tala um. En ég veit hann að félaga, hann dýrkar þetta. Hann er geggjaður. Hann er rosa svona... þeim saman í podcast, þú getur talað um gamerust. Hann elskar, þetta er mjög klárgæði, hann elskar allt svona... Það segja Sjóni sé heimsku. Nei, ég er einmitt að segja fyrst að Sjóni með þetta, þá hlýtur hann að vera klár, því þessi gaur er mjög klár. Hann elskar þetta og hann er rosa mikið með þess að fyrir svona realistic sci-fi. Já, þetta er... Og hann segir þetta sérstaklega þannig. Já. Þetta er... En þeir eru ekki það þekktir. Nei, þeir eru ekki það þekktir. Þeir eru svona pínum vannmyndir. Það sem er að bjarga þeim er hennar Jeff Bezos. Hann heitir ekki þið, sem á Amazon. Jú, er hann að leiki í þessu? Nei, hann elskar sögun svo mikið. Já, þetta er á Amazon núna? Já, þetta er á Amazon. Og hann bara heldur sér... Það er lélegt að þetta er billjónamæri einhverja fjármálknum þetta. Þetta er það vannmetið? Þetta er vannmetið. Bækurnar er svo geggjar og hann vildi sjá þættina. Ok. Fínt svar. Ég samt með betra. Alltaf að segja. Já, ég bara sé eitt þáttu þig. Á ég að gefa þessu meiri séns? Já. Sko, fyrsta sísón er ógeðslega lengi í gang, sko. Þannig að þetta byrjar ekkert að einhverju viti fyrir öðru sísón. Þú bara lýsa Breaking Bad.
Nema ég skal horfa á Expanse. Nema þetta. Bara leið á fyrsta sísón, annars sísón byrjar, þá bara fer allt í gang. Annað en fucking Breaking Bad. Ok, Högni, klárum þetta. Ég með þetta sem að mér finnst geggjaðir. Já. Það spurningi líka, hvað finnst þér rosalega vanmetnir? Og fárlega vanmetnir. Út af það var líka að vera að cancela 3. sísónu núna. Glow. Nei, Mindhunter. Þeir eru ekki vanmetnir. Þeir eru ekki vanmetnir, þeir eru mjög vinsalir. Allir sem dýr. Mér finnst það svo. Það var að vera að cancela 3. sísónu. Mér finnst það geggjaði þetta. Ég nefndi ekki að horfa. Og þú nefndir ekki að horfa á það, það segir allir fíla það. Já, nema ég. Þetta er ekki vanmetnir þetta. Mér finnst það. Ég hef spurt fullt af fólki því ég var að horfa á að tala um það og fullt af fólki fílar ekki eða horfir ekki á. Já, ég hef fáið hitta það fólk, að ég hef búin að spyrja fullt af fólki og það elskar allir. Ég hef ekki hitt neitt sem er saman mér. Mér finnst bara, sérstaklega fyrsta sísón, þeir eru að taka hana raðmörgjum, hana... Ed Kemper. Shit, það er svo gott, sko. Það er svo vel gert. Geggjaði fucking þættir. Og eru bara að sjá klippuna sem að... Já, hann er alveg... Ed Kemper í alvörunni og í þáttunum, sko. Gaurið sem leikur hann nær honum alveg. Ég gat ekki aðleikana, sko. Gat hann ekki. Hann að Holden. Það er samt eitthvað svona, það er samt geggjað við hennan karakter og við skrifin á þessu er á hvað, þú veist, tíma þetta er og þú veist, það er verið einhver svona shift úr í bara, í menningu, yfir einhver svona menningur sem við þekkjum í dag. Og okkur það er samt að vera leðilegt. Og hann er einhvern veginn á milli, hinn er eitthvað svona, þessi, svona strong silent type, eitthvað svona algjör kallmaður. Ég fíla partur hans. Liggur hann á milli, við erum að koma eitthvað svona, já, það fíla alltaf hann allir, því hann er bara svona, það fíla allir, af því það fíla allir þess að þekki. Nei, en þú veist, svo komur svona intriguing karakter þarna líka sem að passi, eru svona nýsk karakter með við tímabili líka. Og svo náttúrulega er að hitta þessa fjöldamorgi, mér finnst það samt ekki einu svona skemmtilegasta við það er líka bara einhvern veginn sagan á, þú veist, hvað þeir eru að gera og hvernig þetta breytti bara, þú veist, réttameinafræði og fleira, þú veist, hvernig þeir nálguðust að þú veist, ná morðingjum og elta glæpamenn og hugsa eins og þeir og hvernig það var gert áður og þeir voru bara niður einhvern kjallara hana, þetta er geggjað þetta. Já, það finnst það flestum. En mér er bara drullu saman, mér finnst það samt vannmennir. Ég er sammálaðið til góða þættir, ég er samt ósammálaðið til vannmennir. Þetta er ekki vannmennir. Mér finnst það vannmennir, sérstaklega þú ert ekki að horfa. Þeir eru að fá geggjaða dóma, allir horfa á þetta, nema ég. Það var að cancela. Það er bara því að Netflix eru villisir. Þeir cancela alltaf í 3. Hafið tekið 3? Ekki Stranger Things. Það er stærsti þáttur þeirra. En ég hef besta svarið. Já. Banshee. Er þetta gott svar, sko? Þeir eru vanmetnir. Ég hef ekki hitt marga sem hafa bara séð á yfir höfuð. Ég hef ekki séð, en það fóttið drusl. Nei. Svo er ég alltaf að reyna að segja skúla alltaf að grenja eitthvað. Einhverju þætti sem ég horfa á. Horfðu á Banshee? Er hann ekki bara að horfa á Banshee? Nei. Við ræðum hann ekki. Hvað er hann að væla? Við ræðum hann ekki í þáttum. Hann vill ekki koma, en við ræðum hann ekki. Ræðum hann ekki frekar. Nei, ég skildi ekki. Það er allt í þessum hann til fíla. Þetta er svo gott, sko. Geðveikir þættir. En það er enginn að tala um þessu þætti. Eins og þegar hann sagði Lucas út, ég bara byrjuði, veistu hvað það er? Hann breytti svarinu sinum, hann vissi að þú myndi gefa sér stig. Nei, ég skal sýna Þeir eru vanmetnir. Já, ég myndi segja, sko, mér finnst þú veist, ég er nefnilega alveg sammála sem vanmetnir og mér finnst erfitt að ranka þetta, en ég myndi, út af ég held að Expanse komið fleiri season, heldur en Banshee, þá ætla ég að myndi segja Banshee, sko. Og svo líka þú veist að þú er búin að vinna, þannig að þó myndi gefa mig stig. Högni fann ekki stig, því hann kom bara með einhverja ef þú gefur mig stig, þá er hann ekki búin að vinna. Ég er ekki bara að gefa þér stig fyrir Mindhunter sem vann með það þætti. Ég er bara alveg saman hvað þú gefur mig stig ekki og velur eitthvað sem enginn hefur séð eitthvað. Já, en sem eru geðveikir. Nei, potið ekki. Sjón er sammála. Maður sem valdi Ancient Aliens, hann er sammála. Það er ekki. Herru, Sjón er vann þetta. Með barely, sko. Ég er með 3 stig, þú er með 3 stig, hann með 4. Já, ég veit það, mér finnst ég verið með 2. Þetta pittistig hann á. Elvörd. Elvördstig. Ef það hefði ekki verið pittistig, þá skilur við hefði ég verið með 5. Já. Hefði þú ekki fengið það? Hefði þú fengið það? Já, þú hefði fengið það. Nei, þú ert með eitthvað rusl líka. Já, með Ancient Aliens. Hann bara keitir að þér, það veit enginn annar nema þú, hvað er hann að tala um? Það er þetta fárlega þegar ekki fengið stig fyrir Ancient Aliens. Ég ætla að gefa þér stig. Já, við gáum það pittistig. Þannig raunin ætti að vera 5, 3 og 2. Já, ég er alveg til í það. Til í það. Fannst þú hvað þetta skemmtilegt? Já. Það ekki? Jú. Þetta var alveg mjög skemmtilegt.
svona koma óvart hvað sumt var erfiðar með hjælt. En ég meina, hvort þau vilja fá svona spurningar eða bara eitthvað svona uppáhalds grínþættir, uppáhalds spennandi Drekar svona, en við þurfum það er svo leiðilegt. En lýsingarorðin flækja það. Akkur, hvernig er það orðið? Það eru spurningar sem maður feilar mest á. Hvað? Komdu bara með góða spurningar. Þetta voru góða spurningar. Þetta voru góða spurningar. Þú með þess að sagði því í sendið, bara þetta er góða spurningar. Þetta er geggjaðar spurningar. Þín var reynda góða líka. En við gætum gert þetta aftur, þá getum við gert þetta þannig að Sjónni kom með ykkur þegar hann er búin að byggja þetta hverfi sem hann er að byggja. Hann er búin svo lengi að þessu. Lengar? Við ætlum að taka hérna þátt upp fyrir svona hvað, mánuð síðan? 2 mánuð? Nei, Sjónni sagði, þegar við höfum samband við hann, að hann ætlaði að hann yrði búinn sem sagt, með húsið sitt 3. desember og ætlaði að flytja inn 4. Húsið er fokhellt í dag og það er jólamorgun. Já, Ég ætlaði að djóka og segja að það er 18. janúar, sko. Já, ég fekk tiltal núna daginn. Frá konunni. Hvort að, Og börnunum líka. Hvort að, myndum nú ekki geta haldið jólin. Að myndum að dæma það, nei. Jú, ég er búin að segja jú og ég stendu það. Ég verð búin að parkettleggja jarðhæðina fyrir jólin. Þá er þetta að henda jólatrýjar inn og eitthvað. Ekkert eldús. Jú, það niðri. En þú getur huggað veit að þegar ég gefur það þátt út og ég ætla ekki að gefa það strax, þá þú komin bara í flott hús. Vonandi. Og þetta verður fyrsti þáttur sem verður með spons. Já, 66 gráður norður. Hýttur að vera. Búið hvernig. Kannski, ef ég gefur það þátt út. Ef ég væri, Djóka. ef kemur, verður nú alltaf í 66 gráður úlpu, þykkri, húuna. Við verðum samt að fara yfir eitt, við erum búin að hlusta nú nokkra bíóblaðastæti og það er alltaf verið að væla hvað sé heitt hérna. Þetta er nú bara vælukjóð. Já, en þú fegst líka opið glugga og 2 viftur. Mér finnst alveg svona, ég veit ekki hvort ég myndi að höndla heitar en þetta, sko. Nei, en það verður sjúklega heitt en það Þú er alltaf Sjónni sundlu, sko. Já, við æfum saman, skilur, þú veist alveg hvernig geta enda, sko. Það eru ekki slútsu? Já. Jú. Vil ég segja eitthvað lokaorð? Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir góða keppni og ég bara hlakka til að fá þessa 1.000.000 og PlayStation 5. Herru, eitt samt í lokin. Við verðum að ræða þetta aðeins. Hvernig nennir þú að horfa á Queen's Gambit? Geggjaði þetta. Herðu, hann var að selja mér þetta daginn. Geggjaði þetta. Ertu búin að skoða það? Ekki séns. Geggjaði þetta. Ég horf að fyrsta þetta og ég er bara að skák. Bíddu. Við rættum þetta. Af hverju er ég að horfa myndir skák? Bíddu. Ekki gera það. Bíósérfræðingurinn, veistu hvað hans svar var við að horfa ekki á það? Þú vil ekki þætti sem byrja þannig að kemur eitthvað atriði og svo farið eitthvað aftur í tíma. Ég hata það. Þetta eru geggjaði þetta. Aha. Já, ég man ekki hvað er langt síðan. Ég og Issa, kona mín, sátum bara í sjónvarpinu, bara byrjum að horfa eitt þátt, allt einu klukkan var bara 2 um nóttina. Við erum bara, fyrsta badd fyrir að vakna bara til nokkra tíma, sko. Við erum ennþá bara, getum ekki fyrir að sofa, við horfum á þetta á 3 dögum, sko. Ég vil skákeppni. Þetta er náttúrulega fjallar ekki skákeppni. Ekki. Nei, en þú voru bara að horfa á þetta. Ég get ekki svona brúna þætti. Allt svo brúnt í þeim. Það er svo ekki til litir í sem heimi. Hvað meinar, ertu að grínast? Nei, ég er samt áráslega reynd með, ég horfa á fyrst þáttinn, mér er það ekki skemmt þetta, ég er ekkert sér lélegt. Þetta er geggjaði þær. Ekki samt betur en Banshee. Nei. Þið viljið bara horfa okkur á byssur. Þú verður að horfa. Það eru lokaorðin. Ég skal horfa Banshee ef þið horfa á Queen's Gambit. Ég er búin að horfa fyrst þáttinn. Vá. Horfa fyrst þáttinn á Banshee og reynda að hætta. Já. Ég var ekki. Fyrst þáttinn er geggjaður. Hann er klikkaður. Og þú þarft ekki að býða eitthvað, Banshee verður ekkert gott í 3. serju. Það er bara gott frá fyrsta... Queen's Gambit er gott frá fyrsta. Já. Byrjun. Queen's Gambit er ekki skemmtilegt frá byrjun. Nei. Agni, þú ert eftir að elska það. Það er takk fyrir að koma. Það er takk bara fyrir að bjóða þig. Já, takk fyrir að fá. Takk kærlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálpa mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka